Sko, Danni, þegar mann illt í bækinu, þá develop maður eitthvað svona göngulag sem að eins og sé eitthvað í aðmann í bækinu. Sem confuser góminn. Já. Það bara svoleiðis. Má sjá hvað bólur hann? Oakley, vintage. Fuck, þetta bila pís. Hafið þið séð að Ég vil gaman að Oakley orðið eitthvað að dæmi, sko. Það komið. Já, ég meina það búið, þú veist, skemmtilegt. Rory McIlroy spilaði fyrstu 5 ára sín sem pró í Oakley. Í Oakley? Oakley golffatnaði. Sá líka stofnandi Oakley var að selja dýrasta hús sem hefur selt í LA. Þannig að gengur vel. Já, það er alltaf gaman að það gengur vel. Já, það er 0 bókanir komin inn eftir þetta DJ-set hjá mér. Já, þú veist, ég var að tala við Kidda Bigfoot og Áka Payne. Það er ekkert að gerast núna í bransanum. Það er allt steindautt, sko. Ég var óhæst til að fá einhverja giftningar eða eitthvað, sko. Það sé ykkur verið konir í loftið, þannig að við bara vita því. Það eru bara 2 í dag. 2 mútur bara 2. Já. Það var nú heldur gott. Það er bara 2 gauðar sem rockar sér glirra. Kiddi Bigfoot. Já. Þetta eru bara töffarar. Þetta eru bara alvöru töffarar. Hver er miðið? Það er Kili vantilega. Já. Óðinn Bjarkarsson, takk fyrir góða kveðjudók. Óðinn, til hamingju á afmælið. Þetta er besti leikmaðurinn í lengjunni. Strákurinn í afturlendingu. Káringurinn. Finnst þið það? Hann er góður, já, hann er líka á chatinu, hann verðum að... Já. Ég er alltaf fylgismaður. Já, það er sjálfræðistríðir. Það er byrjað. Shit. Þetta var rosalega, maður. Hann er bara satt í gílið maður. Afturlending er alltaf bara búin að vera bestir. Það er ekki að taka það, Nei, en tjóður hákakandum og góðum maður. Úf, það er líka að rönna á þeim. Já. 3 leikir í röð. Living in a world of Dominic Radic, sko. Það er eins og maður sér að hann er búin að setja núna handbragðsitt á liði. Meistari Gunnar Heiðar. Hafið ég heyrt þarna lagi þarna sem að Hjammi verður með í kvöld á Fylkisvöllum. Órans, ætlum alla leið. Órans, ætlum alla leið. Þetta er þarna Go West. Órans, ætlum alla leið. Hann er búin að búa að koma svona í kvöld. Já, en hann er Hann satt er bara... ekki verið duglegur í ár. Það verður að viðurkennast. Og hann er verið að mæta Þróttaraleiki. Já, Þróttar, hann mætur á FH-leik í Já, gerð, sko. hann var að FH-leik og... Ekki verið mikið í lautinni. Órans, ætlum alla... Ert þú eitthvað að spáða með þetta? Ætla að taka þetta í Órans. sjóminu? Mætum. Já, því ég ætla ára á Víking. Já. Þannig að, er John Duran? Benfica. Já, Ég- ok. Ég hef verið til í að taka þennan án lón hvar sem er. Já, bara gefa honum. Gefa honum eitthvað tækifæri, Já. sko. Já, skilið. Já. Sjá. Na. Er eitthvað meira búin að gerast akkurat núna eftir ég kom inn? Nei, það er svona... Morgan Rodgers er það ekki bara nána stönn, eða? Á að vera það, sko. Sjá. Hérna. Keli. Kungen. Gaman að sjá þér, kallið minn. Herri, ég var að horfa á svona complication af, þú veist, hvernig Argentínumenn höfðu sér á mótinu og það er ótrúlega gott, sko, að Nico Williams hefði aldrei náði í boltan nema sem Molina, hverju að vera þarna í vinstri baknum, hrindir. Svindur. Þú veist, hann er aldrei náði þessu. Hann kemur honum á ferðina, hann næri svo þarna fjær. Svo enna það ótrúlegt að eitt dæmi í Englandsleiknum, manni hvað eildingur það er, sem er svona frá hopp upp og skalla, kemur bara Argentínumaður undir. Muni ekki eftir þessi lokleiks eða Já, eilding. tekur Kane-trykkið. En er þið búin að sjá þér að Ferran Torres skorar það? Er það hérna? Já, ég er að segja- Giovanni Simone. Hann er bara að laga sokkana sína. Ég veit að hann stoppaði bara. Já, Bara galið. hann er bara hann að missa hann á hann, því hann var bara að laga sokkana sína. Sá það bara strax sem var Sekúndum ótrúlega áður, með sko. við hann, sko. Já. Gamli maðurinn hefur örugglega ekki verið ánægður með þetta. Hann er að fá lestur núna. Simeone.
sest ekki hérna, hann bara eitthvað tjekk á sokkunum sínu, síðan lítur hann upp eitthvað, já, Ferran Torres hérna. En ég veit að þetta gott að, þú veist, þeir get ekki tapa leik nema að lenda í einhverjum slagsmálum með eitthvað, þetta bara þetta svo bilalið. En, sko, og ég bara ennþá ósáttu við sjálf með að ég skul ekki halda með þessu, þetta svona bilað. Hvernig getur ekki haldið með þessu? Já, ég að segja það. Ha, þetta bara það sem ég Það búin að svona elska. darkast, ég eiginlega komið leið á þessu, ég búin að, þetta sko... Þetta náttúrulega aðeins meira en dark art, sko. Þetta aðeins meira. Því að mínir menn líka í þessu voru Paraguayarnir. Já. Það voru... Argentína eftir hennar leik ekki bara Paraguay nema með gæði, sko. Það ennþá laust í hópferðina. Veistu það? Það voru einhver örfá sæti laus síðast í vissir. Það er nokkur dagar síðan, sko. Já, þetta verður geðveik ferð hjá. Það verður geðveik ferð. Já. Ég ætlar að fýrast upp. Já, hvað Stream Element Spot Running. Learn how to customize. Ég með botta í vinnu út allt sem bara dæmi sem ég með í gangi og byrð fólk að sína virðingu. Hver var að fara? Malang Sarra skiptum liða. Exaði þetta aðeins fyrir mér, Saudi. Já. Neomjá. Þeir verið að stæða nóg að byrjum. Já. Ramarar. Ég held að vera allavega ein plata en eftir í. Það er ekki. Nei, það er ekkert eftir þessu. Djóka. Er það djóka? Það er ekki að djóki mér. Hvað þurfum að ræða sem í gangi núna framundan? Við þurfum að ræða náttúrulega leikina í gæri í bestu. Við slumum samt klárum háum. Byrjum þar. Já. Undanúrslitin í kvöld náttúrulega. Undanúrslit í kvöld og svo náttúrulega Víkingur í kvöld. Er eitthvað að gerast í Stelpborg? Það er spennandi deildin á Stelpborg. Já, mjög svo. Það er Leikar eru held í kvöld. Það eru Grindavík Njarðvík og með rosalega sigur í gær. Já, nú er ekki Þrótt. Jó. Hvað er 42? Það verðum ekki að ræða, herðu. Ég sendi nú bara afsökunarbeðinni á Njarðvíkinga vinnu mína. We did him dirty. Með Radicin. Já. We did him dirty. Hann var of dýr fyrir okkur. Hann vildi líka bara búa í miðbæ Reykjavíkur. Það var mjög erfitt að borga það. Er hann ekki í kórukörunum? Við erum on. Nei, ég veit ekki hvað það er í Háká. Hann vildi bara ekki búa í Reykjanesbæ. Þú ert enga stund á brautinni. Það er enga stund vissulega. Þannig við slum World Cup Goals by League. Premier League með 81 mark. Shit. Það fattaði þetta ekki alveg. Þú veitur flottir nýju bláu búningarnir og United maður. Er ég búin að sjá því? Sá bara hvítur Sjá hann, Bayern í beint sér fram okkur. Hann er flottur. Hvítur Bayern hann á auðlýsingin í gær. Hann er rosa plain bara. Hversu vitlaus er þessi maður sem skrifaði þetta Can't wait to see it on a European night. Já. At Old Trafford. Hvað okkur á United að spila í bláu á Old Trafford. Sko krakkar í dag og þannig ég bara svona, þú veist bara svona Sjá. Já, helviti gott. Við þurfum að gera eitthvað sko, getum við gert eitthvað svona teknolag með ræðun hans Tom Cruise undir. Djúvis fokkin ræða var það. Það er rosaleg. Standir hann alltaf í maður. Ég tók eiginlega meira til því. Inspirational words, bara rétt fyrir leik. Tom Cruise. Næst hæst borgaði leikari í heiminn. Eftir Dwayne The Rock? Nei, Zelensky. Hann er langrík. Hann alltaf, sko, hann gerir öll stöndadrein sjálfur og hann semur ræðuna sjálfur. Þetta var samið að Cruise. Já. Tom Cruise. Það er Real Madrid sá klúbbur með flestu mörkina á HM, já. Eru byssundur að stækka? Nei. Ég er bara eitthvað í stórum bóleldi, ég veit ekki hvað þetta er. Þetta Ferran Torres mætti með unmatched óra hérna. Big Spain, great again. Ætlaði Trump að gefa hann með þessu? Það getur verið. Mikael Merino var svona svo lítill krakki hans á Trump. Já, tók það hans inn. Það er ég ætla að ná mér í vatn. Svo er ég klár. Vonandi er hann ég góð. Þið vitið að þeir eru... Ég veit að. Já. Hann er búin að vera voða feskur í fagnaðarlátum nýja leikmaður okkar. Þetta er búin að sjá hann. Já, hann tók þetta bara eins og hann hefði spilað líkil hlutverk. Hann þarf að geta eitthvað bara. Já. Hann er að... Þú ert ekki til spanska liðinu að geta. Nei, ég held hann sé góður, sko.
Sástu hvað stressaður að skilja okkur bara 2 eftir hérna. Já, mjög svo. Var bara lítið mjút. Já, Hvernig fer þetta í kvöld? Ég bara fyrir þetta í gjössanlega. 50-50. Já. Jú. Er það ekki? Jú. Eru heitir núna eldingin, sko. Já, fylgismenn líka. Hvað er fylgjum afturöldingur með 5 í röð? Síðast það búin búin til vestra bara. Já, unnu var náttúrulega 5-1 síðast. Já, Kili minn, þetta er 50-50. Það er geðugur leikur. Klárt. Já, hann er á rúf, hann er trú ekki öru. Þetta er náttúrulega byggar. Já, og það verður alveg production. Production. Hvaða ferð voru það að tala um á hann? Er það að fara ykkur ferð? Já, Liverpool Man U. Ok. Dokkferð. Já, er dokk að fara á því? Ok, ég bara Dokkferðin. ekki að fara fram hjá mér. Hvor myndi vinna í slag 6? Ragnar Bragar eða 7 Kilar? Er það 7 Ég held 7 kilar. 7 Kilar, þú tækir það. Jú, Ég er eiginlega viss um það. Og það er nú ekkert, hvað er þungur? ég er 67 kíló. En þú? 67,5. Já, wow. Svipaðir. Þeir eru viktan á já. mótnana. Það Það er alltaf viktan á mótnana. Já, ég geri það bara voða sjaldan yfir höfuð, sko. Man væri til í að vera yfir 70 kíló. Það er alltaf jafn mikil vonbrigði. Hefur það svona gefið því einhver alvöru vinnu? Ég hef einu sinni náði. Það var ég, sko, í öðrum flokki í fótbolta. Já. Það var ég líka á gainer, sko, 2 á dag. Og mér var illt í maganum alltaf. En ertu á kreatíni? Svona stundum, ég nenni oft ekki. Veist Það það er nenni, ég bara- bara gleymi því. World's best Ég supplement, veit sko. það, ég veit það. En svo bara tekum maður það í viku, svo bara gleymi ég í viku, sko. Maður Maður átti að maður drífa glóar sig. allur. Þú glóa, það er svona gott glóa. Já. Din. One-on-one fightin í Octagon. Já. Kili, ég takk ég. Já, ég tæki því í hokkibúninum Já. á skautunum Já, þegar ég æfði það, sko. Það eru mín Stæfa skauta? Já, ég var að æfa íshokkí. Ég var að liðskautum. Reyndar. Tekur einn trilling. Já, aldrei hann með góðan punkt. Getur alveg verið hundur í þér. Já. Býtum að sjá. Toms logo uppgjöri. We have shared moments of joy, moments of hope, moments that we will all never forget. Það eru Ismail Assar. Hvað er hann gamall? 28. Hann er nefnilega þetta gamall. Ég myndi taka hann samt, sko. En sko, djúvill hafði ég alltaf gaman að hvernig Sadio Já. Mane bara, ég hef aldrei heyrt einn leikmann, ég hef oft tala um sama leikmann. Það var alltaf að tala um að fá hann í Liverpool. Óheyrilega trú á þessu strók. Einhverjum svona almennilega djúpu vinir og sörglega. Vá, ekki er þetta búningurinn hjá QPR í dag? Nei, það getur ekki verið. Ha? Var þetta ekki Tarek Lamptey? Jú, en byrju, ekki er þetta búningurinn hjá þeim í ár? Það getur ekki verið, nei. Já. Þetta var of gott, þetta var AI. Já, þeir setja hann í Artificial Intelligent. Maður er nú fann að þekkja það. Er þeir með Guinness fram á? Nei, þetta var í Kanada. Já. Ó. Það hefur verið geðvikt. Já, það hefur verið skemmtilegt. Já. 23-24. Herri, ég fer í þetta, ég ætla að taka bestu deildina, ég fer síðan í byggarinn, fer síðan í fyrstu deildina og endum þetta aðeins á hérna hvað aðeins með stelpunar í lókin. Bara aðeins hérna að segja það er hérna Algjörlega. Þórar Reykdal Bardal, djúður ánaðna. Það er frábært nafn. Það er alveg nafn. Einna Bardalarnir, þeir eru kalli ekki alltaf Jón Arnar Bardal er að gera helviti gott móti í annardildinni. Já, bara í Það er lífinu. svona Yfir. Herri, ég var að setja þetta í gang, strákar. Ok. 1, 2, þetta er lokað þáttu verið svolítið kátir, strákar. Ekki okkur því. Það er alveg, svo þurfum við ekki að gera neitt í Dóttarfútból fyrir eftir 3 vikur. Sæll. Dóttarfútból snýr aftur, ætlum að gera Dóttarfútból snýr aftur 11. ágúst. Já. 10 dögum fyrir Premier League. Gott að því.
Já, góðan daginn, Epic America. Já, við förum að kveðja Ameríku land tækifærana. Dr. Fútból, loka þáttur fyrir smá sumarfrí. Já, við gerum þetta eins og á góðum tælenskum veitingastað. Við lokum bara í svona 3 vikur. Yfirleitt þeir kongar hindar loki yfirleitt svona 6 vikur eða 8 vikur. Meðan þeir hafa gott. Talandum að hafa gott. Ef mömmuðinni vantar pípara, þá það sjálfsögðu vantar pípara.is. Já. Vantar pípara, sérum þetta. Einn af sigurvegurum á HM í ár voru Skechers-skórnir. Þar sem að Sofía Vergara var á út allt. Elska, við gamlingjarnir, við erum allir komin í Skechers, Easy Slip-ins. Þú var að kenna þér reglurnar í gólfi, Keli. Já, alvarlega, Hvað ég kann það reglur? ekkert sko. Ég svona gæinn sem alltaf að spyrja þá sem að spila með mér. Hvað sé í gangi hérna? Ég fekk svo trilltar sögur að þeir í Má þessari gólfferð, sko. Ég bara minni mig á að fara aldrei í gólfferð með Kela. Ég var í gólbílinn, ég held ég að lappa meira en ég var í gólbílinn. Ekkert Ég var veit að- ekki alveg að fíla gólbíl, ég lappaði bara. Ekki deyta þess að finnur boltan alltaf óvænt. Nei, Leitar svo ég er nú ekki allt í henni þar. fannst hann. Fundin. Það er ótrúlega. Góðtrygg. Nýbúin að vippra og niður. Hella. Það er alltaf verið að spyrja mig hvað Boss-ilmurinn, Boss beint í mark heitir. Það er Striking Levander. Strækir lifandi. Já, og ég hef búin að svona vera að fá tölfræði hvað menn hafa verið að svona fá eftir að þeir breytt lykt. Já. Og þetta er upp 1,8 gælu á viku. Já. Sæll. Það Ég er er bara ný náttúrulega- lykt. Það er svona mikið. Þú veist hvernig ég er að nota? Ég byrja að nota Boss Absolute. Já, Kona fór bara að banna mér það. já. Ég mátti ekki fara með út úr húsi. Já, þetta er Þetta er bara þannig stöf. Það sem ég er að fíla ákvörð núna, það er ekki góð lykt í stúdíunum. Það er einhver hérna alveg blúsandi svitalykt og ég elska þetta. Þetta er kallmannleg lykt hérna í gangi. Dr. Fútból, Casio með Dr. Fútból fæst í klukkunni. Klukkan Smáralind, Kringlunni, Nýblavegi og svo að sjálfsögði Hafnarfirði líka. Fjarþjálfun Gilsrans, ef þú skráir þig í fjarþjálfun hjá honum fyrir 3.990 kall, þá fer 300 kall beint í vasan hjá Dr. Fútból. Þetta er að kíkja á fjarþjálfun.is. Já, þetta er góðu díl sem ég gerði Já, við fjarþjálfun. Já. Alltaf samt eru vel. Þarna samt ég vel. Tandu góða samlinga. Það er búið tilbúið hjá American Style. Já, því miður. Það kemur hún aftur. Já, Soccer Style, Já. tilbúið góða. 2030, við býðum þangað til. Svondum þegar svona tilbúið klárast og fæ maður eiginlega smá móral ekki farið snóa oft. Já, ég skal alveg trúa því að 10 skipti var bara ekki nógu þetta skipti á þú mér. farið ekkit svona díl Nei. aftur. Herðið, og hendi eina spurningu. 66 og Dr. Fútból, vissulega Dr. Fútból með 66 vandamál og þau verða ekki öll leist í sumafríinu, en útivistaföt er svo sannlega ekki eitt af því. Og minni á IBVF búningin sem að vinni mínir í 66 eru búin að búa til, það sem er tribut til búningsins held í 83. Herri, Gunnar Heiðar Þorvaldsson, hann spilaði í svona 5 mínútur í Englandi. Veitum með hvaða liði? Redding. Keli. Það var mikil óefni. Hann er ekkert endað þar. Fór hann á láni þaðan frá hérna, Svíþjóða? Nei, hvernig var þetta? Var hann Já, ég man ekki ekki. hann var free agent Já. minni mig og svo bara gekk þetta ekki upp. Hann fór á eitthvað svona eins tveggja mánaða samning eða eitthvað. Já, bara svona neðri Já. til þetta samling. Þeir voru sem championship sko. Já. Rámar í þetta hannis. Já, skemmtilegt. Geðveikt. Gunnar Heiðar Þorvaldsson að gera stórkostlega hluti upp í kórnum, meirum það síðar. Við ætlum að kíkja á enska boltan. Gerum það að sjálfsögðu með boost. Á, strákar, upp með sokkana, beint á boost, beint á appið góða. Það fæst alltaf á boost. Mánuður í dag. Mánuður í dag í 21. HM. Nei, enski boltinn byrjar. Enski boltinn, já. Heldur betur. Þá er kannski ákveðt að við slum hérna samt hefja þáttinn í dag og segja frá því að Kevin Keegan er látin, 75 ára gamall og náttúrulega eina af þessum hetjum enska boltans og hetja í Liverpool, hetja hjá Hamburger Sportverein en hvergi vinsæll en hjá Newcastle. Vann auðvitað Ballon d'Or tvisvar og eina af þessum stjörnum boltans alveg svona ótrúlegt samband hans við Newcastle. Sko, miðað við það, hann er sjálfur ekki frá Newcastle.
pappans var bara glerharður stuðningsmaður Newcastle. Var pappi hans? Já, pappans var hérna hluti af Írum sem að flutti, eða semst af fjölskyldu sem að flutti til Newcastle frá Eirlandi og var bara með Newcastle á heilanum og hann dáinn síðan þegar að hann skiptir þangað yfir. En svona, þetta var einstakur leikmaður á sínum tíma og náttúrulega skemmtilegu þjálfari, liðina spiluðu skemmtilegan hérna fótbolta. Ég gleymi aldrei þegar hann sagði af sér sem landsliðsþjálfari Englands, bara gera það í viðtali. Hann sagði, ég ekki bara með þetta þessu leveli. Bara, þú myndir aldrei heyra þjálfara vera svona honest, tapaði 1-0 á heimavalli, loka leiknum á Wembley. Það gamla Wembley. Og þarf það alveg stór þá líka, stór karakter. Já, það vera stór til þess að viðurkenna það bara, herri, þið þurfið einhvern annan en mig í þetta allt saman. Já, þjálfar þetta síðast, hann síðast með Newcastle 2008, Já, mætir hann inn eitthvað að reyna að redda einhverju þá en þetta kannski svona í þjálfaraferlinum hans muna flestir eftir hún hjá Newcastle. Þar sem að hann bjóð til alveg svakalegt lið og komst hann sér nálægt þessu 95-96 að vinna deildina en þeir runnu á rassina í lokin. Hann auðvitað vann með Mohamed Al-Fayed hjá Fulham, fór með England á EM 2000 þar sem að þeir nú meðal annars unnu hérna Þjóðverjana. Annars var það ekki merkilegt mót hjá þeim. Byrju, hann stýrði England á EM? Já, ok. Þannig að hann eins og ég segi, að þetta var ótrúlega vinsæll nágjörst mikill humoristi og blessi minning hans að koma hérna til Íslands og ég meina, hélt hér erindi á sínum tíma. Átni Gautur auðvitað spilaði hjá honum. Já, Manchester City. Þannig að þetta einn af þessum stóru. Þetta svona Kevin Keegan, mann fullt af fyrir með Liverpool. Kynslu og pappu þeir, svona 60, 50, 75, þá var þetta bara þeirra Messi, Liverpool-kallarna. Já. Þannig að þetta var bara mikil sorgardagur. Já, hann, það er magnað, hann kemur frá Sköntorp til Liverpool. Hann kemur úr 4. deild. Það er hvernig menn skáta þær í Galanda. Já, þetta er ekki mikið með í dag. Nei, þetta er bara, þetta er með ólíkindum og hann var líka popstjarna og þetta var rosaleg típa. Líka svona hittnaði, hann gætt hittnað. Hann fór einu sinni og Ferguson og svo bara 20 setna voru þeir aftur á þetta besti vinni. Það var hann brjála, I'd love it if we'd beat them. Þannig að þeir svo fræga ræða það sem að hann var svona láta Ferguson heyra á Kevin Keegan, þetta er alveg efni nánast í sér þátt, en er magnaður náungi. Sigurjón Jónsson geti komið hann. Sigurjón Jónsson, já. Nei, hann er bara út á gólvelli, hann er enga tíma til að gera neitt slíkt. Þið miður. Já, verið með á tjattinu, við ætlum að gera upp þetta heimsmeistaramót, gera það upp með vinnum mínum í Kia. Já, smá tilkynning hérna áður en að ég ætla að hætta að skipta mér aðeins Messi, Ronaldo, Dóti, ég kom með leið á þessu. Þeir eru báðir orðnir gamlir. Já. Og voru på sitt besta fyrir mörgum árum síðar. Þeir eru svona nánast hættir. Ég bara, núna HM 2026, þetta markar endalókin. Og nú gangi ég bara vel í Saudi og MLS og vona þeim vegni sem allra best. Ég vona að Adidas og Nike hugsi vel þá, hugsi betur þá en Puma hugsaði Maradona. Við gætum með flottsta brand í heimi í Maradona. Klúður því bara. Eina, haldið að annan hver er að vera þjálfari? Nei. Ég heldur bara að hafa ekki mótið Messi sé ekki sens. Nei, ég er bara ekki séns. Þetta er bara að reyna að managera peningana sína. Já, Ronaldo er kannski svona eitthvað aðstoðarþjálfari í landsliðinu. Já, finnst þér það líklegt. Hann er aðstoðar. Svona, jú, svona 45-50. Þetta er ekki aðstoðar kallar, sko. Messi, mjög góður á HM í ár. Ég meina, Ronaldo á eitt leik sem þjálfari og stýrði sigur. Já, það er rétt. Hann fyrir ekki að rústa því rekordi. Nei, hann fyrir ekki að rústa því rekordi. Svona eitt leiðilegt með Messi, svona bara í alveg í lokin. Það var þarna þegar maður reynir að láta reyka Kukureya. Já, það var lélegt, ég er sammála. Það var glata. Akkur er það glata? Kukureya var víst ekki, hann var að segja á. Þú veist, þetta, hann var ekki að brjóta reglur. Þá fannst þið leiðilegt þegar Ronaldo lit reyka Rúni út af? Nei, það var bara einhver leikarskap. Hann var ekki að labba til dómars og biðja um rautt. Þetta er bara partur að vinna. Já, ég menn þessi komið alla þessa titla. Ég verð bara að vera ósámála þessu. Þú reynir allt, sérstaklega þegar þú átt ekki breyki í leiknum. Þá þetta reynir að koma einhverjum út af. Það var reynir að bera virðingu fyrir einu á 117. mínútu var hann ennþá að reyna að taka menn á. Já, og þetta skotans líka. 39 ára. Að vera ennþá að djöflast í því, sko. Já, hann reynda var náttúrulega örugglega eini í argentíska liðinu með smá orku.
Hann var ekki búin að hlaupa mikið í svona leik. Nei, ég alveg erfitt með að labba í 120 mínútur í svona hita, sko. En ekki bara þetta ræða bara þetta spænska liðið, Ronaldo ekki góður á móti þeim, Mbappé getur ekkert á móti þeim, Messi getur ekkert á móti þeim, þetta ekki bara stærsti sigurinn þeir í mótinu? Þeir bara kæfa alla stórstjörnur hinaliðana. Eini gæðin skora á móti þeim með De Ketelaere, sko. Það rosalegt. Þetta verður pubquiz spurning hjá mér í næstu 20 árin, sko. Það var eini maður sem skoraði á móti. Það var ekkert lið sem voru yfir 0,6 XG á móti þeim. Það svakar. En má ekki líka bara, hann svo mikil töffari þjálfarinn til að fá venda. Sá neglir þetta alltaf með markmannavali. Ég meina Unai Simon, þetta náttúrulega bara trilltur markmann. Og hann hefur kontról á vörnin og horfur á vörnin. Þetta hægri bakar frá Tottenham. Jó, auðvitað náttúrulega. Hann náttúrulega fer úr Llorente yfir í Porro í miðjum mótinu. Ég held að Llorente hafi byrjað fyrst á þriðja leikinn, sko. Og líka svissið frá að bara, Petri var ekki búin að góður í mótinu. Þetta var ekki að virka alveg 100%. Hann setur Fabian Ruiz inn. Já, þegar hann finnur liðið, þá er þetta Tottenham hægri bakur, þetta ungu gaur úr Barcelona, Bilbao og svo þetta með Kukureya frá Chelsea sem er þetta komin í Real. En þú veist, það er varnir með stærri nöfn, sko. En hann byrjaði síðan með Gavi í fyrsta leiknum. Var ekki þetta? Jú, hann byrjaði með Gavi. Var ekki Gavi, jú? Jú. Ég man það ekki. Og það var þessi leikur þarna móti Grænhöfðaeyjum sem var eitthvað svona bara ekkert sérstökuð það. Ferran Torres byrjaði líka þann leik. Þeir auðvitað komu heim í gær Spánverjarnir og það var mikil stemning. Ferran Torres mætti með Deru, Make Spain Great Again og var þarna kóngurinn í þessu öllu saman mikið fjör hjá Spánverjunum. En sko, þú veist núna er maður búin að sjá náttúrulega allt sem gekk á hann eftir leiki í gær. Og sko, þessi Argentínumenn hafa náttúrulega enga sómakjönd. Nei. Og það er náttúrulega sem að, eins og ég segi, ég ætti að elska á en ég veit ekki á hverju ég gera það ekki. En þetta var glórulegt, þau voru búin að tapa úrslitaleik í HM og verið í einhverju svona kjafta. Já, Otamendi einhvern veginn bara misti algjörlega hausinn. Paredes og líka. Var ekki Molina sem þetta kíla þarna Rodri þegar þeir voru að fara að fagna? Hann gerði það, skilur, hann fór inn í sucker punch. Og muni eftir rauðhausnum sem hann fór í Bellingham eftir leik, fór að fagna í andlitið á hann, Romero fór í andlitið á Pickford og allt þetta, sko. Það er eftir að higgja, það er ótrúlega fallegt að þeir hafa verið jarðar í svo. Ég náttúrulega er eins mikið þarna alveg á þessari línu, sko. Já, ég veit en þetta fór eiginlega yfir mína línu. Ég verði að viðurkenna það. Það sást þegar Messi var að lappa út á þarna, hann var ekki alveg nú sáttur með það sem var í gangi þarna þegar þeir voru Paredes og þeir voru hjóli í það, sko. Já, hann settist alltaf niður og... Þetta er eins og mikið, held ég. Nei, þessi ekki. Þú veist, þetta var, þessar myndir af Paredes, þetta er náttúrulega, þetta er bara unreal, sko. Og þeir einhvern veginn mættu heim í gær, þetta var einhvern veginn súrt, það var bara hálft liðið einhvern veginn. Svo myndi fljóta breyta, þeir voru samt, þú veist, einhvern veginn, voru ekki smá liðið fólksinn svona fram að þessu? Alltaf með alltaf grændið út og... Já, mér fannst fólk aldrei hafa mikinn áhuga á þessu. Þetta minnir mig svolítið á 90-lið sem að spila alla leiki upp á að komast í vító og einhvern veginn enduð í úrslitaleik. Þeir eru miklu lélegir en Brasilíu í 16-lega, 90, 8-lega Júgoslavi miklu betra lið, fórum með þá í vító. Undanast á móti Ítölum fórum með það er vít og svo ætluðu þeir að kreista þessum Þýskalandsleika einhvern veginn og svo bara einhvern dífa minni með á Klinsmann sem breytti því, sko. Mér fannst samtalið þessum móti og sástala þeir gátu þessum móti Englandi þeir eru pinnið og niður, þeir gátu alveg sínt hörku gæði. Það var geðvett. Já. En þarna var bara eins og þeir ætluðu einhvern veginn að taka þetta á hörkunni og sáu bara strax við erum miklu lélegir en þetta lið og þá fór þetta bara út í ykkur vitlaus. Það var það eina sem þeir gátu gert. Þeir eru búin að missa báða hafsetan út af það er allir einhvern veginn á síðasta bensíndropanum. Svo var annað í þessu sem að það var einhverja búin að taka saman allt sem þeir gerðu í þessu móti og það er alls konar. Ég meina, náttúrulega líka sigumarki á Spánverjum kemur á því að það er bara verið að hrinda henni í teik, bara gamla góða hérna. Heyrðu, hafið ekki séð þegar Petri er á leiðin í skot og það er bara ítt svona baki á honum, bara í hvað heim er þetta ekki aukaspyrna. Svo var maður að horfa aftur á þarna Englandsdæmi þegar að varnarmaður fer bara undir sóknarmann Englands þegar hann var að skalla boltan. Bara í hvað heimi er þetta ekki brot allstar annars staðar á vellinum. Þetta hefði getur stórhættulegt, leikmann hefði getað lent á hálsinu með hvernig sem það, sko. Þetta er svona Harry Kane þryggsi. Þetta var alveg hryllilegt, sko. Þannig að, sjáu við erum að horfa hérna núna á Petri þegar það er bara ítt svona í baki á hann miður skoti.
Já, það var sko, var líka hann að munið snemma leiks þegar hann bara stoppa Pedro Porro, hann bara komast í hörkufæri. Já. Var bara ekki neitt. Nei. Það var mjög förulegt maður. Já. Þetta var... Þetta fór yfir, já. Besta lið vann þetta. Þetta er langbesta landslið í heiminum. Fótbolti segir það. Hvað er þetta? Þeir eru búin að setja með, þeir eru ekki búin að tapa í 39 leikjum. Já. Rosalegt. Ég meina, Argentína voru svo sem tablausir í eiginlega búin að vinna síðustu 15 fyrir þetta. Það fyrsti leikur sem McAllister tapar á HM. En eina sem maður út að setja á, mér finnst þeir ekki jafn skemmtilegir og á EM til dæmis. Það vantar aðeins meira, Alex Baena, fýll leikmaður, en það er ekkert eitthvað mikið svona gaman á hann og Nico Williams. Nei, hann datt líka bara inn á Baena, hann ætla ekki að nota. Nei. Og Jarzabal, bara, maður væri til í skemmtilegri sendir að það. En hann hvíldi Munoz allt mótið til nýja mann. Já, það var bara í samræðu við Vincent í Óla. En hann var reyndar eitthvað, mittist eitthvað í byrjumóts, það ekki, á æfingu. Ég er með Pínu allan að mittist, veit ég. Þannig að maður beið alltaf eftir að sjá hann. Já, Munoz bara, hann lítur að geta eitthvað í stæðan í þessu liði, sko. Já. Allir gæðar sem að koma úr þessu liði geta eitthvað. Já, nú setjum við bara punkt bak við þetta Messi, Ronaldo era. Ég held að það sé officially búið í svona heimsfótbolta. Já, annað er þið náttúrulega galið. Ég held að fáum ekkert svona aftur svona dæmi, sko. Það er ógeðslega gott dæmi, sko, að ég byrjar að skipuleggja Euro 2028. Karlsberg er bara með mótið. Þeir halda bara á mótinu. Og það er bara allt klárt hvernig leikirnir eru, hvar og bara einu sem á eftir að draga riðla á eitthvað, sko. Copa America, það er eftir 2 ár líka. Þeir veit ekki eins og hvað það verður. Ekvador eiga að vera með það, en þeir geta ekki verið með það. Já, þeir eru líka eftir þeir eru örugglega eftir að bjóða einhverjum 2 liðum líka og veit ekki hvað lið það er. Nei, það verður eitthvað vælkart lið. Og Katar. Já, þannig að það er ekkert vita hvað er þessi kóka. Þeir þurfa, Copa America, sem er reyndar aldrei að fara að gera því þetta er bara, það sagi í þessu. Þeir þyrftu að bjóða Norður Ameríku inn í þetta. Bara hafa Bandaríkin, Costa Rica og þessi liði líka til að stækka þetta. Bara hafa þá bara inn í þessu, þeir mættu vinna og allt, sko. Þeir finnst það bara jafn stórt á Euro fyrir okkur. Ég veit það, en bara til að gera þetta stærra og fleiri leiki, held ég, sko. Ofta er þetta bara 2 riðlar undanúrslitin, sko. Eru þið klárið í 64 liða HM? Nei. Ég er klárið. Auðvitað ertu klárið. Mér fannst þetta ómikið að liða. Það er allt og mikið. Það voru bara 2 leikir á sama tíma, þú veist, í fyrstu umferð og annar umferð og svona. Ég held að geta verið skemmtilegt. Ég vil alltaf minnka þetta bara aftur. En það verður aldrei gert, sko. Ég er til í 64. Ég nenni ekki þessu besta 3. sæti. Nei, ég er reyndar sammála því. Út frá því er ég alveg, þú veist, mögulega til í bara 2 áfram. Og við mætum aftur á þinn, feskir. Þeir sem eru að horfa á YouTube sjá að ég er í steypustöðarbólnum mínum. Ertu að pæla hvort þú sér sveittur? Ég held þetta sé vinnugalli minn, sko. Já, ég er í buxunum, sko, Hann hafi verið skrítið og það var ekki eitthvað. Þetta var ekki Ragnarbræði. Þetta er ekki ég. Það var hann Hallur hjá steypustöðinu sem gaf mér þennan ból og hann elskar þessar hellur. Eins og allir bara hjá steypustöðinni. Við ætlum að kíkja á liðmótsins sem að við völdum. Og ég ætla svolítið, sko, mér langar ekki bara að vera með spámeri í liðinu því að eins og þetta leit út hjá okkur snemma í gær, þá voru bara spámeri í völdinni. Já, sem að meikar alveg senn, sko, en við ætlum ekki að gera það svoleiðis. Nei, sko, ég ætla að leyfa ykkur að velja markmanninn. Verður ekki bara að vera Vosinja því að hann er svolítið sagamótsins? Jú, það verður að vera. Hann líka stóð sér frábært. Sko, Una Simón frábær, en ef þú pælir hann fekk svo lítið af skotum sem að þurfti að gera eitthvað, sko. En sko, hann var ábúinlega tóttinn, ef að Messi rent sér á hann, maður sé byrjun leik, Messi á hvað að hægja á sér. Og svona ekta dæmi sem hann geta endað í rauðu. En ég meina, 1 mark á sig er náttúrulega ótrúlegt. En ég meina, Vosinja verður að vera hana. Það er bara þannig. Hann er svolítið sagamótsins. Hann er svona 9 stjarnan og... Hann er ekki komið með díl, það er ekki búin að negla. Ég er ekki búin að sjá það. Ég er búin að sjá mikið að hann sé mættið reyndi með mér. Það er allt eitthvað feik, sko. Ok. Við ætlum að spila þetta í, ef ekki spila 4-3-3. Er það ekki kerfið? Sko, miðverðir, ég var að segja Kubarsi. 100%. Það er bara klárt. Og ég var Romero með honum. Ég er meira Bútsir megin, sko. Já, ég er Romero frekar. Bútsir gerði alveg mistök á þessu mótinu. Hann var alveg flawless, hann Romero, sko. Ok, hægri og vinstri bakk, verður það ekki bæði að koma úr Spáni eða getum við eitthvað reynd? Ég var eitthvað að reyna að tróða Hakimi í hægri bakkunum. Það væri... Já, hann var náttúrulega hörku góð. Pedro Porro, hann er náttúrulega fyrir mig það svo sem eftir, en þetta er einn óvæntasta framistæða sem ég sé, sko. Hann á krossin á fjær í sigumarkinu. Það er hann sem hefur vitað því að krossa á fyrsta tempói sem var bara búið vanta alla leikinn. Hann var bara stórkostlegur. Fól ekki þetta
tippi-tappi oft í kringu tegin. Kottu bara með krossin á fjær eins og þannig var gert. Þegar Serbía fór bara Porro hægra minn og Jet Spence vinstra minn á nýtt tímabil. Sjóandi heita. Jó, Kúkureya. Er það ekki Kúkureya? Já, Kúkureya. Við bara, eins og ég segi, okkur langaði ekki að vera bara með þá. Herðu, náttúrulega, sexan í þessu liði að djúpi miðumæðurinn að sjálfsögur Rodri. Fyrir framan hann. Bellingham. Já, Jude Bellingham verður að vera. Já, hann var stórkostlegur. Svo erum við komnir hérna, sko... Þetta erfið að staðan. Mér fannst alltaf Enzo Fernandes Geðvík á sem úti. Hann var líka, sko, 2 sigurmörk. Hann var stórkostlegur. Hann alltaf, þetta svolítið svartu blettur á hvernig hann endaði þetta. En hann var frábær á mótinu. Já, mér finnst sko... Fabian Ruiz var ekkert frábær úrslagleikir, menn kom öflugur inn í undanúrslitum bara eftir að Petri datt út, sko, að Petri datt út og var tekinn úr liðinu. Og Lise í tíunni sko með 7 stóðsendingar. Já, hann var frábær og eins og þú segir þá var Enzo líka mjög góður, sko. En hvernig eigum við samt svona ef við bara setjum þetta, ef við neglum þetta? Þurfum við ekki að fara í fleiri argentinum með þegar fara úrslitin? En getum við ekki gert eitt? Getum við ekki bara fært Bellingham að niður með Rodri? Já. Þeir 2 í svona 4-2-3 þeir 2 niðri og svo í hólunni fyrir ofan þá og Lise. Já, við verðum á Olsen. Af því að við megum ekki láta hann undanúrslit að leika eðilegja. Nei. Ok, og þá var það hægra megin Messi. Já. Mbappé og Holland. Já, þetta er gefið. Þetta er... Maður geta alveg drillað eitthvað með þetta lið. Maður geta alveg drillað eitthvað gott með þetta lið, ekki lið. Já, þetta er lið mótsins, gjörðu svo vel. Til aðmyggju þetta. Allir sem í liði mótsins. Það er innilega til aðmyggju. Komum með einhverjum gjöfum á okkur. Já. Kannski fá leysnakk. Þegar menn ekki búin að átta sig á því. Ekkert leys, engin lengur. Jú. Alltaf ótrúlega með þetta. Maður er með svona props. Alltaf búin að opna þetta. Þegar hjammi.net þátturinn er... Ég var að segja með plötuna þetta, dogplötuna. Mér langar ekkert eðlilega mikið í smá súkkulaði. Það er búin að klára þetta. Já. Þessu öllum búður reyndar. Já, það er... Þetta er líklega naflinn, hann er mikill namikall. Skoða fleira. Förum með orku náttúrunar og skoðum þetta allt saman. Ef orkan er hrein og allt það. Ónstöð var út allt land. Hversu hún ferð? Það er ónstöð. Það er maður mótsins. Leikmaður mótsins. Já. Það er Rodri. Já. Ok, ég ætla bara að vera sammála. Ég get ekki verið ætla að reyna að vera sniður. Hann stýrði þessu bara í höfn. Ótrúlegt. Hann var algjörlega magnaður í þessu móti. Og hvernig Guardiola neldi þetta í október. Þannig að það var meittist hann aftur. Það er engar ákir. Það verður samt besti maðurinn að hafa. Það er ótrúlegt viðtal. Að því að núna, sko, eitt af því sem að Dr. Fútból lærði við að byrja með hlaðvarp er að maður þarf einhvern veginn að finna sig einhverju skoðan og hlutum sem ég hef aldrei haft neitt sérstakann áhuga á. Ballon d'Or er eitt af því. Og núna er ég orðin einhver svona mikla skoðanir á Ballon d'Or og allt það. Hvar stendur þetta okkur núna? Kane held í sig efstur. Heldur það? Já, með allan að markafjöldi í Bundeslíkunni, skorar slatt í messaldin líka. Það er eiginlega enginn úr PSG-liði sem er eitthvað svona áberandi. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz er því svona hvað heitir hann aftur? Ég er búin að gleyma nafninu núna. Dembele. Nei, Jorginho. Ekki það. Jorginho, það er svona svipað eitthvað, verið að pússa honum innan því hann vann allt, skilur, en hann er ekkert Ballon d'Or, sko. Nei. Er, sko, Mbappé? Nei. Hann er ekki með titilin. Nei. Ég meina, okkur er ekki Rodri eftir. Skiptir ekki háa mestu máli í þessu? Jú, en... City náttúrulega byggarinn og deildabyggarinn. Já, ég segi það. Þetta er 3 deildar, sko. Lamine Yamal. Nei, hann gerði ekki nógu mikið að hafa fannst mér. Þegar svo meittur að undir okkinni á Barcelona. Algjörlega. Ég held að, ég hef ekki búin að kíkja á The Bookies, en ég myndi alltaf að Rodri var eftir. Já, ég held að sé Adna Kane. Já. Hann kom þeim líka í undanúrslit, sko. Þótt hann átt lélegan undanúrsleik, þá bara, þú veist, var það erfitt, því að þeir bara ákvaða að pakki vörn undir lokin, sko, eða lokin, 40. Já. Svo mista hann þessar marka veisluðarni í lokaleiknum. Það eru pirraður þar. Já. Það er eitt sem langar, ég ætla ekki að setja út á einn dreng sem er að skrifa þetta. Þetta er rosalega ánægur að hann skuli senda á mig skilabóð. Ég er þakklátur öllum sem eru með í kommentunum.
En ég sé að krakkar í dag eru svo mikið farin að skrifa oft hæðstur Já. með eði Já, Mhm. já. og ekki gera þetta. Nei. Sko með íslenskan, ég ætla að rósa hérna Bjarna Guðjónssoni. Bjarni Guðjónsson er hérna í mörkunum hjá sín og hann leggur sér fram að tala íslensku. Sko við verðum... Hann er líka orðinn alltaf Já, borgarfulltrúi. ok, gott og vel, hvernig sem það er. En eins og landsþjálfarinn okkar, hann þarf aðeins að hugsa... Já, þetta fór úr því að vera fyndið í að verða bara fárlega asnalett oft, sko. Ég Bara, þarf- því þetta var bara búið að gerast bara, þú veist, risa 4 sinum í hverju einast Bara læra rétt orðin. Ég þarf að setjast niður með honum á gilsarannum. Bara að tala við þá á íslensku heilan dag. Hann Þeir er mega annað ekki. gilsar en öðru sér, hann er alltaf international influence. Já, en mér finnst líka með Arnar, sko, bara framburður og nöfnum, sko. Það er ekki flókið að fara á YouTube, sko. Já, bara já, og læra það. Freddy Kanúti á mættur í hafsendinni á, til dæmis frökkum. Það var Konati. Óladaball. Heldur betur. Herðu, við ætlum að skoða meira í þessu móti. Ef við skoðum bara stjarnamótsins, ég held að sko ég horfið svolítið í Gianni Infantino og þetta maðurinn í hvítu skónum. Hann auðvitað komið Þetta hugmynda blöðlókinu. 48 lið og það gekk upp, það gekk allt upp hjá honum. Veist það kannski of mikið að láta hann fá Sko, þetta. fyrir mér er stjarnamótsins bara, þú veist, Rodri er bestur, stjarnamótsins finnst mér að vera Kúbarsi. Barsi. Við erum ekki átt okkur á því, hann er jakkalli Jamal, Ég veit sko. það. Það er ógeðslega lítið að tala um það, sko. Já, Hann ég er er sammála, hafsend, sko. en svona stjarnar og tekur allt inn í myndina, að mínum að þetta er bara eitthvað stjarnamótsins. Ég meina að nafni hans er bara orðið þetta frægast í heiminum í dag. Paredes. Ef þú tekur alla mekanisman, Sko, stjarnamótsins fyrir mér öðru sér stjarnar. er Erling Haaland. Já, Já, svo það er líka eitt að taka hann inn í dæmi. Erling Haaland Stjarna. er orðin massíft brand. Ég svo sem Hann er sigurveri mótsins. Ég ætla ekki að Einu- segja að einni mynd. Isabella Markaðslega. konan hans myndi heilsa mér út á götu en þetta er venjulega stelpa bara svo hún finnur allavega eins og hún var hérna fyrir 2-3 ára síðan. Já. Það sem að líf þeirra mun breytast núna, þú veist, Haaland var alveg stjarna og massífa Já, já. Nike-díl og allt þetta en þetta er bara búið að gjörbreytast. Hann er komin fórum í global Bandaríkin. superstar. Já, Skilur þau? kaninn elskar Já. og þetta verður stórt fyrir þau hjónin því að hún er náttúrulega komin á flegiferðinni þetta líka, hún er að vera mjög private alltaf sko. Já. Þannig að Það er spurning hvernig að Olfi mun tækla þessa nýju stöðu. Alfí Já. náttúrulega gerði besta samning allra tíma við hann að Rafaelu þannig að hún bara tók við hann náttúrulega frá Mino hótaði að fara með hann í burtu nema hann fengi alveg hauga peningum. Já, eðlilega. Já, og hún náttúrulega ég ekki verið að missa Haaland Ok. þannig að okkar maður Alfí, hann hefur það gott hann Já. er stóri sigurverðin náttúrulega. Auðvitað, hann hugsaði náttúrulega alveg þrjáleiki fram í Er tíma. þeir ekki að fara að kaupa sér hús? Hvar kaupa þeir sér hús í Bandaríkjunum? Avicii. Bara til að mæta þarna og Já. sína sig, sko. Já, Sæðan verður hann hangið þarna á Marbella, sko. Við vorum þetta með Miami kall. undir 23 ára mót tímumbilsins þar sem að voru svona aðeins að leika okkur að skoða ungu leikmennina því voru að tala um Kubarsi þar voru við með Diomande. með hérna Suzuki í markinu ekki sammála því? Jú, það er alltaf bara hörku markmann. Já. Shelder upp Due og Diomande frammi Diomande, ég var ágjörð að hann fá ekki að spila á PSG. Mér finnst nýjastu fréttir en ekkert að fara á hanga. Já, ok. Er hann ekki bara að fara í Barkóla hlutverkið? Ekki nema að losi Barkóla, sko. Og svo ætlum við að hafa, þó var sér nú ekki miðjumæður, Mann Sambi, Elliot Andersson og Puerta á miðjunni. Mjög ánægð með Puerta, ég nefndi hann einn og snemmi í mótinu. Hann var hrikalega blöður. Því að ég fann einhver annar vinstri bakur að þetta Nico og Riley þarna. En Gói, Kubarsi og Fríman. Fríman er minn maður. Já, Fríman er maður sem held degi Dan út úr liðinu í aðna... Hvað er þetta liðið? Orlando. Það er Var ekki í VRL í auglýsi. dag. Vombrið mótsins. Og ég byrja. Já. Það er Don Carlo. Ancelotti. Já, eitthvað leiti. Ég haldur henni að trúa þeim. Ég veit ekki hvað var. Ég veit hann ekkert með besta, en ég bara, þú veist, hann er samt, þetta er gott hann er svo leik. mikill vinnur. Hvernig hann tæklaði fyrstu leikina þetta og ég held að þeir fari lengra. Já, auðvitað er vombrið mótsins bara hvernig England brást við að vera 1-0 yfir, sko. Það er bara Tuchel. Já, bara Tuchel og já, eitthvað leikmenn líka, sko. Ég held að þeir laðust náttúrulega svakalega langt niður, sko. Við sjáum bara eins og Mark Gay kemur eftir leikin, það bara kom hann með óvart. Hvernig það var breytt til eftir marki. Það á eftir eitthvað meira að koma í ljós. Svona óvanegu leikmannar, sko. Já, skiptingar í kjölfæri voru náttúrulega ótrúlegar, sko. Já, þetta er vandaðir punktar hérna sem ég er En miðað við hvað leikmenn Portugal eru margir á góðum stað, finnst mér þeir líka, þau eru þetta að mæta Spán, en
þeir eigi ekki að mæta Spán, þeir átt að fara í hitt bracketið og það eru vonbrigðin sko, þeir átt að vinna Kólumbíu. Þeir áttu að mæta Spáni. Já. Nei, þeir átt ekki að mæta þeim, skilur. Nei. Þeir átt að mæta Argentínu. Ég var bara að fara í íslensku. Já, Spáni, sorry. Svo að þeir eru auðvitað með að við Tinni og Joe Neves, hvernig þeir spilum með PSG, þeir voru ótrúlega slappir í þessu móti, sko. Ég hef aldrei séð, ég ætla ekki að segja ég hef séð 100 leiki með Örjan Nýland, en ég hef aldrei séð hann verið svona og ég bara, eins og þegar hann var að fara að svífa yfir á boltinn hann og hann náði einhvern veginn að klóra hann út úr markinu, þá var ég bara, þetta bara einn af þessum dögum og þú veist, eins og Bruno Guimares tekur ekkert aftur svona lélegt víti, þetta var, ég vil ekki vera harður við Don Carlo, líka var hann óheppinn með að Rafinha sem náttúrulega bara topp 10 leikmaður í heiminn. En hann bara búin að vera off í hálft ár. Mér finnst þetta bara ég bara bjóstu meira. Það kannski bara með Don Carlo. Mér fannst til dæmis þessi frábæra mútið Japanum. Þeir eru kveikt á sig. Það var líka breytt hann inn game og svona. Ég bjóstu bara vel gett hjá Norðmönnum að vinna og það er ekkert smá það sem að mér finnst magna hjá Norðmönnum að þegar maður fór þarna út sjálfur þökks ég Epic Bet bara aftur endalausar þakkir að sjá það hvað Suður Ameríka var dóminerandi bara að mæta Brasilíu og vinna það eins og Norðmenni gerði er rosalegt. Svissarnir að taka Kólumbíu, það er rosalegt. Andinn var allur með Suður Ameríku á þessu móti. Þeir voru bara, öll Suður Ameríka var bara í Norður Ameríku. Og það verður að hrósa þeim fyrir en svo erum við bara 11 á vellinu það er bara hannig í boltanum já, en þú veist hvað ég veit á allt svona þekkjum þetta Anfield þið þekkið þetta Anfield já, við þekkjum þetta þegar við byrjum að öskra áfram dýfum okkur á fleiri staði Dr. Fútból að sjálfsögðu með Voga í dýfunni góðu svo hvað var nú voru mörg falleg moment sem átti með Voga ídífunni á þessu móti. Cheddar og Jalapeno, það er Dr. Fútból dívan. Og það er náttúrulega kryddblandan líka. Og það sé úr hennu. En okkar menn á Sauðárkróki, vil ég vita, hvað var momentið? Ykkar moment. Eitt moment er Cabral. Bæði er þetta mark mótsins og moment mótsins. Já. Þannig að hleypur upp í stúku móti Argentínumönnum. Það var svo langt moment líka. Svo gott moment. Normannina. Á eitt Brasilíu. Já, mér fannst það minna mig mikið á bara þegar við unnum Englendinga. En er það ekki momentið þegar Haaland skorar seinna mark? Ég myndi segja. Kirstuðu og neglur. Já, það var ótrúlegt. Bara maður heldur að hann sé að fara að reyna að tefja en svo einhvern veginn bara svona pikkar hann boltanum og bompar í hann. Momentið hjá mér var að sitja í svona gulum amerískum skólabíl á leiðinni heim frá Miami. Og vorum að fylgjast með Hjálmar alveg dauðþreyttan greið þarna hjá mér og vorum að fá tíðindi úr leik Alsír og Austurríkis þar sem einhvern veginn Alsíringar skoruðu óvart í uppbóta tíma og svo Austurríkismenn og þá var einhvern veginn netið einhvern veginn að buffera bara eins og í gamla daga við sáum það ekki, svo sáum við að markið sem Austurríkismenn skora og þetta var náttúrulega ekkit eðlilega vel gert sko. Þetta kross og fjær skall inn, það þurfti alltaf að ganga upp að það, því annars var bara leikurinn búinn. Já, það var skrítið. Þetta var skrítið allt saman skrítið. Þetta var allt saman skrítið, en ótrúlegt moment. Já, þið í chatinu endilega verið með og komið með ykkar svona tilnefningar. Ég meina, ég sé að Þóran Reykdal að bjóða upp á trúðmótsins. Já, við getum líka hrósað bara þeim sem stóðu sig, rúvararnir stóðu sig vel Gunni Birgis frábæri lýsingum það sem að gerir Hödd að Magga góðum lýsingum, hann þekkir sögu fótboltans mjög vel og hann náttúrulega með mjög kraftmikla rödd eins og Gunnar Birgisson Já, klálega, en það var svona að mínum að þið voru unni dokkararnir tveir sem voru Sigurður mótsins hjá Rúf Albert í greiningunum fannst mér frábær og ég sín oft gagnrinn og hans störf en þá var hann frábær undirbúndi leiks Eiður Smári náttúrulega mjög góður allt öðru í Eiður Smári heldur en allir aðri fyrst mér þetta var ekki einhverja greiningar, þetta var bara svona hans tilfinning og það sem honum fannst sem maður vill heyra frá honum ég vill ekki að hann í að greina eitthvað 4-4-2 og eitthvað bara glemtu því Svo eftir að hyggja finnst mér eiginlega galið að landstjórnarinn sé í þessu greiningum hann bara gagnrýna kollegar það er smá skrítið ég meina það mér finnst þetta bara skrítið ég held þetta sé alveg ég held þetta sé við mætum Sviss eða eitthvað svona og menn fara eitthvað að grafa upp það sem við höfum alveg
sagt að Svissi leiðilegir og eitthvað. Já, það sem hann sagði Solbakken eftir Frakklandsleikinn. Hann var ekkert sáttur þegar þeir mætast. Hann mun grafa þetta allt upp. Já. Hvað var það? Hann var hraunið bara hvernig, hann hafði mætt með bjeliðið og þetta var óveigust eitthvað svona skilur. Það var bara total vinn eftir allt. Ja, allt klálega. Þannig að að mínum að þetta fyrst mér bara ekki make sense. Nei, ég get alveg verið sammálaðir sko. Þessi margir sem sammálaðir og ég held til dæmis að þess að sé til dæmis eins og Heimir Hallgrímsson. Hann vill ekki bjóða upp á eitthvað svona sko. Hann ætlar að fara með Íra á EM og já, ég skiljaði líka, hann mætti kannski bara í stóru leikina, hann var bara, mér fannst að vera þetta bara öðru hverju kvöldi sko. En þetta bara mismunandi hvernig menn sjá þetta. Já, sko versta við mótið og ég get alveg Vassbásutnar. Sko, já, á þess að vera kaftin ávís þá verður maður, en maður sér samt þess að ótrúlegu peninga ef þið getur flettið upp fyrir mig strákar hvað Fox græddi á Vasspásun. Þetta voru náttúrulega óheyrilegi peningar þarna. Ég held að sko og ég auðvitað á móti þessum Vasspásum, en ég átta mig á því að það dýrt að kaupa sjónvarpsrétti og svona. Ég held að sjónvarpsréttir á Íslandi verði verðlausir fljótlega ef allir mega bara selja vöruna eins og verið í dag. Þú veist, ég get bara leikið mér að því að vera Nova og bara gefið enska boltan. Já. Þetta bara svona kjaftaði. Þetta bara ekki kjaftaði. Og núna verður þetta kannski þannig að við þurfum að bjóða upp á þetta. Með sín hafa gert þetta frábælega sem ég opna breska að fara í split screen. Það er ógeðslega flott það sem að bara fara í split screen. Einfaldast dæmi í heimi. Bara auglýsingar öðrum megin og svo ég koni með auglýsingarnar oft. Mér finnst það fínt líka. Og eftir bara með Vasspásum að breyta leiknum og mikið því að liðir reyna að komast ekki inn fyrstu Vasspásu, þá kannski endurstillaði sig og breyta ykkur og svona, það bara mikið fyrst mér. Því þetta landslýsbolti sem oft nógu sterill og svona fyrir, það sem tölvöld meiri varnarleikur. En svo er líka, það sem ég skil við þetta og ég fíla þetta, svo er maður báð með maður að reyna að kaupa auglýsingar fyrir sitt vörumerki inn í ákveðna staði. Þá er maður alltaf að leita að sportið langbesta sjónvarpsefni í heiminum. Og maður er að leita fleiri gluggum til þess að geta komist að inn. Þannig að þú veist, ég fíla þetta alveg, en þetta samt gerir mig brjálæðan sem fótbolta að skilur við. Ég held að það sé eins og þú ert að fara yfir. Erum við að tala um að þetta hafi sko skilað $250 milljónum? Já, það er litið mikið. Haldur hvað það grípið það ekki göttunni? Þú grípið það ekki upp á. Það er líka því að ég var ekkert á móti þessu hálfleikstæmi, mér fannst það ömurlegt. Þessu hálfleikstæmi, þessu hálftæmsjói í úrslitum. Þú veist, þeir eru ekkert gert bara miklu betur. Ég var ekkert eitthvað hálftæmsjó okkar bandarís blá, ég skildi alveg þetta í bandaríkjunum, við auðvitað gerir þetta sinn hátum, ég finnst þetta bara lélegt. Fannst ég, ég kom með þetta í gær líka, en að sjá Ronaldo og Ronaldinho vera að keyra Madonnu, þetta var ekkert á bingospjaldunum mínu. Ég hef ekkert gaman að sem bandaríska þjálfara þarna. Ted Lasso. Það sendi Bíberinn inn á. Það sendi Bíberinn inn á og þetta er lag sem fullt af fólki fílar. Ég er þetta fílaði ekki. En ég er náttúrulega meiri svona rólegu deildinni. Ok, mér fannst þarna asíska boybandi frábært. Gott lag hérna. Mér fannst þetta skemmtilegt sjó hjá. Þetta er auðvitað skemmtilegt. Og Shakira náttúrulega bara gamla kempan, sást hana? Alltaf gaman að sjá hana. Já, hún er alveg með þetta. Alltaf gaman að sjá hana. Það verður vikinast. En sko, þetta er eins og við erum alltaf að fara yfir, unga kýrslu. Það er náttúrulega, við vandræðum með boltan upp á þetta að gera. Þetta hálfleiksjó, strákur mér fannst eiginlega bara skemmtilegt eins og öllu bolti. Bara sjá okkur rugl. Já. Ég var ekkert á móti hálfleikssjóinu svona per se sko, mér fannst það bara ekki gott. Já, svo ég... Það er bara eins og en meina þetta, þú veist, það er engin sér myndina, en Ronaldinho og R9 að keyra Madonnu. Já, þetta var skemmtilegt. Hver tjattið til að koma með sínar uppástangur af því að við erum á leiðinni í langt. Við erum á leiðinni í 3 vikna frí hér í Doktorfútból ætlum að þannig að ef mann eru með sín teika á þetta allt saman þá var margt áhugavert í þessu móti eins og til dæmis að Thomas Partey mátti ekki spila í Kanada, mátti spila í Bandaríkjunum. Já, það var skrítið. Já, ég var alltaf greið Íran og svo Somalíudómarinn og fullt af svona furðulegum atriðum. En mun minna en í þeim heimsmeistarkeppnum sem við erum vanir. Af svona einhverju, þú veist, bara alls konar bull í Katar og svona, en náttúrulega frábært móti í Katar og enn betur á móti í Bandaríkjunum. Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Svo næst náttúrulega, það er spurning hvernig það verða næst. Í Spáni, er ekki Spán, Marokko og Portugal? 2030.
það var samt bara eitthvað, þegar maður sá Azteca í fyrsta leik, þá var maður bara svona, wow, þetta er Maracana völlurinn er náttúrulega mjög iconic og einhver vildi leiðrétta mig fyrir að segja að það væri mest iconic fótboltavöllur í heiminum, einhver myndi segja Wembley, en það er ekkert eins og þessi helvítis Azteca völlur, sko. Það er bara eitthvað, maður bara sér fyrir sér myndirna frá 86 og svo Pele myndirna sem eru við 7 miljónum sinni frá 1970. Myndu þú segja að það var meira iconic en Anfield? Já, 100 sem meira iconic. Það er engin spurning Azteca völlurinn, sá völlur sem er hýst langflesta leiki. Herðu, sér það hana? Það er verið að segja frá því að CONMEBOL forsetinn Alejandro Dominguez sé nánast að staðfesta það að keppnin 2030 muni hafa 64 lið og mögulega mun Messi spila þennan heimaleik með Argentínu í mótinu. What? Já, það er svona einhver pæling. Okay. Sko, Messi er náttúrulega í dag besti World Cup leikmaður sögunar. Já, þú veist. Já, klálega, það sjálfsög. Þú veist kannski, ok, Pele var náttúrulega 3 svar. En það var alltaf verið sem mót þá. Færi og já. Það er kannski ekkit auðveldar að vinna færri mót, sko. Nei, ég held að bara auðveldar að þeir eru með gott lið að vinna mörg mót í röður, miklu fleiri góðlið núna, sko. Það held ég, en kannski hef ég rámt fyrir mér. En hann er orðin ein af góðsögnum heimsmeistaramótsins og kannski óþarf að láta spila eitt leik hérna eitthvað. Mér finnst það vitleysa. Byrju, ég ekki að skilja þetta. Þú veist, það verður sko 1 leikur í Argentínu, 1 leikur í Uruguay. Já, þetta er 100 ára sagan. Já, það er ok. Þannig að það verður áhugavert. Nú, fjallið því að Monterrey leikvönginu var svo epist. Svo með einhverjir hérna sem að spyrjum skandalmótsins. Veistu hvað skandalmótsins fyrir mér er? Það eru þessir streamerar sem eru að ónáða fólk á öllum. Ótrúlegt. Sáu það, þetta var endalaust að ganga ég þoli ekki en keypti það kannski sæti fyrir 200 krónur og enda með eitthvað kela streamara fyrir aftan þig, öskra og garga og ónáði yfir leiknum og trufla. Ég þoli ekki en I show speed guy. Hann er bara ekkert eðlilega þreyttur, hann veit ekkert fótbolta. Nei, hvað helst þetta var ykkur bara hann veit ekkert, nei, það er ekkert það. Hann bara veit, mjög skeggja dæmi er hann hvað heitir hann, Paddy the Buddy. Já. Ég var bara að segja, þú veist ekki hvað Steven Gerrard er, sko. Þú veist, hvað er þetta að gera þetta? Það var rosskeppnina, sko. I show speed var ekkert ónáð, hann var bara í heiðustúkunni, hann var bara með Gianni. Já, en mér finnst það bara þreyttur. Þú veist, ég myndi skilja að þetta væri einhver annar gæði sem væri bara all-in og viss allt bolta, en þetta er bara eitthvað trúður. En ég meina, svona... Hann má alveg vera á okkur venjúum en ekki þessu. Ég er ofta að hugsa almúan með skandalmótsins að mínum að þetta bara verði á leikina. Og verði í lestirnar og svona, þetta er alltaf dýrt. Já, ég svo sem þurfti ekki að fara í lestir, við tókum bara auðvitað. Það er lægst að sjá það. Þannig að það er svona mestu gagnarsendur sem að heyrta þetta það, svona fyrir einn vennileg maður sem var að tróða svo heldið. Ég held að þess að hækkunum meðverið þetta er eftir að smitast í Evrópu. Það er svo mín tilfinning. Já, það er alltaf að leitast í að komast á experience. Ég held að þetta er bara eftir að halda... Ég fór endur á bestildarleiki í gerð, ég ekki borga mig sem leiki, það var 3.000 kall, sæll. Þú férst líka 7 mörg og engin smá mörg, sko. Þannig að þú fyrst alveg eitthvað fyrir byrjun. Ég vil þá fara ykkur yfir íslensk bóttan. Takk hérlega fyrir okkur, heimsmeistaramótið 2026. Já, þetta er erfið tímar. Ég finn alveg til með strákum, stelpum 10-12 ára sem að bara vita bara ekkert hvað á að gera við lífið núna. Nei, þetta er spennufall. Það fara alltaf spennufall í stórmóti. Þórður Reykdal Bardal 10 ára. Hann sá greinlega ekki Messi á sama aldru en Mbappé. Mbappé bet. Já, HM leikmann. Já, það er þetta alveg fýtt punktur. Ég las ekki alveg nú vel. Fyrirgeðu Þórður. Frábær punktur hjá hann. Förum yfir í íslenska fótboltan. Gott að komast aðeins heim til Íslands. Skoðum þetta að sjálfsögðu með Nokko. Þessi nýji Nokko. Arnór, hvað heitir hann aftur? Nýji Nokkoinn sem er rosalegur. Þannig að gulli sem varst að drekka. Karnival. Já. Takk fyrir það. Herri, bílaðu leikur í ger. Ég ætla ekki að byrja á markaleiknum. Ég ætla að byrja á leiknum í Hafnarfirði. FH hérna Breiðablik. Ragnar Bragi, hvað getur þú sagt eftir þennan leik? Dóttarfútból langar að vera svona vínaþáttur dómarana. Já. Við reynum það nú. Kannski ekki inn á vellinum en svona reyna fyrir utan. Hann er auðvitað flaskar þessu leik bara fyrir Breiðablik. Það er klárt, þetta er náttúrulega 3 atriði sem hann gjössanlega gerir bara stór mistök í. Þetta er auðvitað hryllilegt. Þetta er hryllilegt.
og og bara þetta dýrt, skilur þetta dýrt fyrir Breiðablik. Já, ég við ekki neða samt, sko, Blikarnir sem núna, ég hef bara vonað að Blikar verið bikarmeistarar, fara í Evrópu þannig, utan það, þá náttúrulega ekki breyki í svo topparötu, bara alls ekki, þeir eru bara ekki með nógu gott lið, og ég þakkilega fyrir það í gerð, sko. Annars hefði ég virkilega verið gjörsamlega trilltur. Að bikarúrslitaleikurinn Þú veist, róa hefði Blikar verið í einhverju baráttu við Víkinga þarna, 3-4 stigum á eftir, ég hefði verið bara algjörlega brjálaður. Og svona út af því, þá var ég ekkert að ég nú bara aðalega hugsa minna bikarúrslitaleik, sko. Já, en þú veist, þetta er bara galin mistök í þessu. En það sem ég ætla að hrósa Óla Skúla fyrir, hann þetta fyrir þetta er allt gjörsamlega ránt. En er ekkert að afsaka frammistöðuna, frammistöðuna er ekki góð. Mér finnst hann búin að gera þetta vel. Já, ég er nú bara fegin að vera ekki þjálfari því að ég held að það eru örlögum inn í þessu lífi en ég hefði átt mjög erfitt með mig þarna hins vegar sko ef við treystum á að þú farið allt svona skemmta í þessu lífi þá voru Blikarnir múin að taka vel inn af heppninni á móti Keflavík það sem er leikur alltaf að dóma með sig sko, þetta er auðvitað frábært skallamark þarna Já, Ívari Var þetta Ívars skalla? Þetta var Ívars skalla Dagur með svona útsving hann með góða löp hann er eini gæðin sem er að pleysa á okkur staði fyrst mér sér til bara með löppin á sér það fyrir kannski út að Gylfa ég er minnsti útsvingmaður sem finnur en þetta var góðu bolti það er fleiri mörg skóra með útsving já ég meina það er einhver ástæða fyrir að menn eru komin í útsvingin aftur og já Dagur neglurum að það fyrir skalli mark fullkomlega lögðt mark ok það tekið af og það er eitthvað svo sínt aftur og það er ekkert aðeins svo hann, Jóhannes mér varst ekki gott með Bjarna í settunni í gerð, sko, Bjarni talaði aldrei þetta að vera svona sinn, sagði bara, hann beina bara með hendinu og dríti, það var ekki eitthvað að hann gerir þetta verið, hann er smá óþægileg stuð það er bróður hans að þjálfa á svo sonur hans já, hann bara sér þetta er bara fútból royalty já, ég veit að segja, hann gerir þetta vel, skilur herðu, og mig langaði þá að sjá refcam má ég sjá refcam af þessu þú veist bara, þegar hann virtist þér að horfa á þetta hann var að horfa á þetta ég veit bara ekki hvernig hann metið þetta ekki sem viti ég bara átta mikið á því hvort það verið óviljandi eða hvað, ég átta mikið á því sko, svo kemur náttúrulega þetta dæmi þegar Kristján Flóki skallar í stöngina og hann stígur á Ívar ég meina, og aftur sýnist mér að vera að horfa eða svona lúkar þetta eins og þeir eru líka þeir eru fjórir á vellinum ég meina, en eina sem að eigum við mynd af svipnum á Kristján Flóka því að það var ekki, hann var bara svona einhvern veginn var þetta óviljandi eða? Hann sér hann ég er búin að gera hann er búin að gera nokkuð svona þetta er ekki óviljandi, það er ekki séns þetta er ekki óviljandi það er bara því miður, þetta er Flóki góðu vinur minn og allt það þetta er bara því miður ekki óviljandi hann er ekki træðileg manneskja hvað hann har gert þetta ég hef örgulega gert þetta líka maður hoppar upp í skallabólt og gæðin dettur maður reynir að lenda á honum sko. þetta er alveg verið gert that's it, sko, ég var ekkert eitthvað, ég held að hann sé með smá fara á bringunni en hann er ekkert alvarlega slassaður, sko. Það voru þetta ágætist takkar á skónum, maður sá það. Þú voru þetta skrúur, ég var að pæli. Sýndi sem alltaf með að myndina. En þeir eru fjórir að horfa, þú veist, þeir eru fjórir dómar hann á velli. Og þú veist, þetta trittist allt strax á Blikus, þetta er ótrúlegt. En, já, að gala fast nú leikunum bara vel dæmt. Já, ég vel dæmtur. En hérna, minn maður, já, það er eitt með sko, við þurfum að sko, dómararnir, eins og ég segi ég sé marga bæta sig rosalega sem dómara og ég meina, hann Gunnar Freyr náttúrulega, ég bara hef enga skoðun á því hvort þessi góður eða ekki dómari, en þú veist, hann átti bara lélegan leik hérna, við sé menn bæta sér svakalega, ég tala oft hann á Akureyri Sigur Hjört, sem að fyrir 10 ára síðan var ekki góðu dómari en er mjög góðu dómari í dag held líka við þurfum að fara að gera meira fyrir dómaran okkar ég held að sé alveg, þú sérð mann frá Slóveníu dæma úrslaleik HM og Slóven er ekkert með mikið betri deildi með þú veist, við erum ekki að búa til svona dómara 100%. Þú veist, við verðum að fara að gera eitthvað fyrir þess að gauðra þú veist, þannig að þetta sé meira heillandi að verða dómari náttúrulega já, það er eitthvað skrítið að við höfum aldrei bara frá því kannski Kitty Jag átt svona topp dómara Villi var nálægt í já, hann er svo sem ennþá að djöflast já, en þú veist hann gerir það vel já, er frábært dómari Gunnar komst nú alveg langt sko en það var svo brósadur en er ekki bara fleiri orðnir það eru fleiri dómarar í dag og þeir eru bara betri ef þetta heimi líka ég meina, þetta er mjög spennandi að fyrir þá sem getur ekki náð langt í fótbolta
allt í einu, þú veist, þú getur verið að hlaupa allavega á stöðstu vellan. Ég Það er gaman. fekk þess að flugu í hausinni í svona 25 minnur að vera dómari. Já. Senda að geta ég hvernig hún lísti á þessu hugmynd. Það var bara að senda eitthvað ha eða eitthvað. Senda hvernig líst þér að segja hugmynd. En það aftur á leiknum, Aha. að muna fyrir FH að fá Ólíf Stefáns, að muna rosalega fyrir að fá Jóhannes Kristín á miðjuna. Þetta lítur aðeins betur út lið. Það er klárt. Anton Ari með stórleikarni hér. Svakalugur. Svakalega varsla, þannig að Kjartan Kári skýtur í stöngira. Já, hann hróplar í hann, hann er alveg, hann átti nokkrar góða vöslur í þessum leik. En heilt yfir, ég meina, Þór fær döðafæri, Vilhelmsson. Hann á að bombunum við þagnið þar. Já, þakni, hann vil fá þetta Del Vecchio. Já, bara upp í þakið, það var bara eina og það voru 3 leikmennir framan og eina, þú veist, var eiginlega bara bombu upp, sko. Já, en framistæðan á blikunum var ekki góð. Nei, hún var ekkert sérstök, en þú veist, við hverju býstu? Horfðu á liðið? Hvað meinar þið? Þú með 3. besta markmann landsins í markinu. Þú með gamla fyrirlega káa í hafsendum. Þú með atvinnumann sem var eitt besti leikmaður deildarinnar í hægri bakverði. Það fyrir framann. Hvað væri með marga eitthvað? Þú með league winning 6. Þannig að þú myndi efnilegsta leikmaður landsins. Já, heyrðu, nú ertu efnilegsta leikmaður landsins í 10. Þú ert að setja síson og alla gæjana. Þú með Aron Bjarna á vinstra með besti kantarinn. Besta sendir í heimi frammi bara og svo ertu með efnilega. En ég vil alveg fá sjá betri framlýstu á þessu leikmaður. Já, ég býst ekki miklu úr þessu lið. Það er bara þannig. Þessi djúpa miðja, þetta eru bara mjög fínir leikmenn báðir, skilurðu. Aron Bjarni er að koma tilbaka, Dagur er að stíga sín fyrstu alvöru skref í efsteild, með blikum, sko. Hann spila með HK þetta. Þannig bara ungu stráku frammi. Ágúst Orri átti að þokka fullan sprett upp vinstri vænginn og reif svo stuppbuxurnar upp. Þetta er afar glæsilegur náungi. Hann hefur svona einhvern veginn, það er eitthvað svona Ítalíu, Balkan útlit yfir og hann lítur ekki út eins og Íslendingur. Alls ekki. Nei. Það er glæsilegt útlit yfir þessum stöðum. Ekki svo ég og Keli. Já, þið tveir eru bara svona ekta rauðsprengtir, gráir Íslendingar. En Blikar þurfa að fara að fá leikmennu sem tilbaka því að það styttist í bikarúrslit og bara loka endan á þessu tímbili. Já, þetta er ómargir sem eru frá. Ég vona bara Gunnar og allt hans teimi í betri leiki og ég meina auðvitað er súrt að geta ekki bara þetta er verið þetta leiðrétta þetta á núleitni bara með að kíkja á einhverja kameru bara og segja sorry kannski maður sem ég sá að heillaði þjóðina en gær Gunnar Birgisson mættur á bekkin og var með lúkið sitt var með svona yfir hann var smá kalt þetta júfildi langaði mig í fótbolta í gær þetta var svo gott fótbolta við og svo heitt og smá úði alveg logg á mér sem alveg loggn í Keflavík og leiknum maður sko sælar betur í hann og eftir alveg logn og okkar standard smávindur menn að greina frá því að Slavko sem að dæmdi fyrsta leikinn sinn á Íslandi einmitt Albert Ingersson sagði einmitt frá því í gær Miklaborg fasteignarsala með Dóttor-fútból þar sem að Eiríkar keðjur heldur dílarnir klárast og það strax kíkjum aðeins á leikinn í Keflavík þar sem að Keflvíkingar voru með skotleyfi gegn Skagamönnum leikar enduðu 5-2 4 mörg fyrir utan teig engin smámörg svaka mörg hvað varst þið flottast, Kili? Mér fannst Eiður Orri flottast seinnamarki ég var líka svona beinni línu við það sko ég var eiginlega á breyka bakstefagn það var svakalegt líka sko það var eiginlega lengst í burtu og klikkamark og svo minn maður, Mr. Alfa hann er Alfa það er Alfa vibe í gangi þetta voru ekki bara Keflavík, ég sá nú minna þessum leik þú varst nú á vellinu, Kili þeir voru nú miklu betri Keflavík voru held yfir betri áður en skora fyrsta marki voru gjössanlega bara pinnaskaða með niður og svona mér fannst marki vera á leiðinni heldur svolítið áfram på dominera leikinn og komum sér 4-0 freka sangja því að Skæin var ekkert eitthvað að skapa neitt fyrir þetta fyrir 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 sko þeir voru bara overall miklu betri skaðalið, alltaf verið að tala sama Rekar Láru Sorra ég nú bara með annað teika það þeir sem að setja lið saman þeir þurfa aðeins að hugsa í gang sko þetta er hörmulega illa að setja lið saman sko þú ert með Rúnar Mári í hafsendinum fyrst alveg hann er ekki hafsend, hann er 36 ára myndi segja, hann er búinn á því ég held að það hafi verið ljóst fyrir nokkur þú veist búinn á því, hann fer úttækur með einasta leikjöpi, þetta er ekkert hot take sko og með Gumma Tóta, Gísla og Steinar Þórsson saman á það miðun til dæmis ég veit þeir eru ekki með saman allar tíman á miðun sem var þetta eru allt áttur það er engin 6 og það er engin 10 sko. Ég set Gísla frekar en 8 heldur en 10 því að hann bara skorur og leggur ekki upp nógu mikið
svo ertu komin einhvern veginn með Jón Gísla Eyland og Kant, skil það ekki. Þú veist, það er Styrmir Jón Ellertsson, það er alveg eini strákur sem ég til að gefa kredit þrátt fyrir hann sem er umöðlega einhvern hjá okkur á fótmáf sem við erum að horfa á. Böðvar Böðvarsson, hann hefur ekki komið nógu vel inn í þetta sko, bara alls ekki og ekki sýnt það að hann sé einhver stór leikmaður í þetta deild sem ég að bara, þú veist, fara í og gera eitthvað hluti sko. Ég elska þetta, vel gert Gilli. Já, það er, Lárus Orri er ekki búin að gera góð hluti, ég veit það, en það þarf líka bara aðeins að lasta þá sem að sótt í þetta lið sko. Já, Jón Sölvi færði á sig 4 mörk utan teig það svo sem ekkert mikið út á hann að setja það. Nei, sem er eiginlega magnað sko. Mér finnst ekkert mark sem hann bara bleitandli átt að verja. Ég er alveg sammála Kjell þetta er ekkert, en sko þú eru samtalið með þú meina Baldur Benson hörku hafsend sem getur bara verið í hafsend og hún getur bara verið á miðjunni en ég meina alltaf að tala um að kalla spaða hérna. Gummi Tóta og Gísli Eyjóls er ekki múin að geta neitt með hvað þetta eru góðu leik. Ert þú þá núna að kalla spaða? Ég er að kalla spaða. Það er bara að henda honum út. Böðvarsson væri líka þar sko. Hann er ekki múin að nógu góður. En auðvitað er hann bara vinstri bakvörður og þú getur ekki sett bara vinstri bakvörður. Það er auðveldar að setja hittan á 10 og 8 sem komur og Gísli bara búin að vera eitt besti miðjumaður sem deilt í mörg ár. Ég held frábær leikmaður. Ég held svolítið með Keflavík. Þetta eru mínir menn. Það er bara hrósa Halla, það er að gera á miklu oftar. En já, þetta er hugsaðu að vera í 5. sæti í B-deild og plumma sig svona þægilega. Ég held nefnilega að þeir myndu fara eitthvað að væla eftir Keflavík. Þeir inn í play-offsið bara á síðustu 10 mínútum. Sko. Það er ár síðan að allir vildu láta Halla fara. Það vil enginn láta hann fara í dag. Sko. Þetta er vel gert. Ég meina líka bara þessi Sindri harður, Nacho harður, Frans harður. Þú veist þessi gæjar hafa spilað. Þeir töpuðu svo mörgum leikjum þetta nokkur ár 18 og 20. Þetta var alveg hryllilegt þetta er bara ótrúlegt hvað þeir hafa sett vel saman í lið og þessi Alfa Conte að finna hann frá Stjörnu. Já, og sækja bara Breka Baxter sem var ekki eins og einhver lykilmaður í BF, hann var bara svona rulluspilari. Hann er bara eitt besti miðjumaður deildarinnar í sumar og ég fer ekkert að því sko. Hann er gjössanlega frábær. Það er að vinna þetta vel saman, Jónas Gunni og Halli. Það er Sandbergin í vörninni. Á hann ekki geta vinsalasta lag í Evrópu í dag. Já, með Holland. Og hann líka, ég tek hann inn í þetta, hann nennir þess ekkert lengur sko. Þú sér það bara, þú ferð á leik og horfir á bara bodyline hvernig alltaf hann hefur engan áhuga að vera þetta sko. Hann getur bara drifið sig aftur til Noregs að læra þessa lögfræði sem hann er að læra þar sko. Já, hann er samt hörku afsett. Nei, ekki ef hann nennir þess ekki, því að hann verður að vera all-in sko. En það er ekki góð leikmann ef hann nennir þess ekki sko. Hann er ekki einhver þvílík gæði að hann getur bara verið í kósi eitthvað og skalla þetta í burt og spila einfalt, hann þarf bara að vera all-in því að hann er aðalega fysikal sko. Já, ég er sammála því, en það er samt með loðið alltaf við skagamenn. Ef það gengur vel, þá er rosalega gaman. Ef það gengur illa, þá er svakalega þungt á þeim. Þetta er svo mikill munur. Sko, ég held að skagamenn verði að passa að taka ekki upp völlin alveg strax í haust. Þeir þurfa bara á öllum stigum að halda núna. Geta ekki fara að spila lokin á okkurum hlutlösu velli. Þeir eru bara í alvöru vandræðum. Þeir eru búin að tapa 5 í röð. Markatalan er 8-18. Þetta er ekki Lárus Orra stíl sko. Nei, manstu líka eftir hvaða leikir þetta voru sem komum á bragði í fyrra. Það voru hann leikir eitthvað klokkan 4 á 50 degi, bara einhvern veginn, þegar enginn komst einhvern veginn og einhvern veginn stemningslösi leikir þar sem þeir gýruðu sinn og náðu í 6 stig meðan sem átti Breiðabliki. Svo er annað í þessu, sem ég skil ekki. Núna er búið að tala félagsskiptagluggi nýopnar, nú búið að tala að Viktor Jóns á leiðinni frá Skaganum. Af hverju byrjar hann í gær? Því að einu skipt sem að gerðist eitthvað var eftir að Markus Páll Ellersson kom inn á og bara fór að fara á bara Birgits og Nacho, því að þú ert með hafsenda í Keflavík sem er ekki fljótir. Þeir lesa leikinn vel og þeir eru þokkalega góðir í loftinu. Þú veist, allt sem Viktor er góður í, tækla þeir frekar vel, sko. Og meðan Markus, sko, completely opposite. Hann getur farið á það, hann getur stungið sér bakvið. Hann hefði valdið miklu verið uppslagað þarna heldur en Viktor nokkuð tímann, sko. En líka hrósa Eiður Orra þarna. Já, Eiður Orri. Algjörlega. Kári með þetta allt í lása. Heldur áfram að gera góð hluti. Sko, hann er samt búin að vera á bekknum og það er búin að vera velgert í Hallanum. Kælan aðeins eftir hann fór hátt upp eftir hann fekk Víking. Bara kemur inn þarna og bara geggjaður. Þú er svo först skot. Þú veist, það er rosalegt power í honum, sko. Hvort maður sé fyrsta skrefi eða bara skot eða sendingar eða name it, sko. Hvernig er Ljúbisic ekki center hjá QPR? Já, ég er sammálaðið. Nei, við sko við, þú veist, ef maður er fengið 15-16 árum í hennar, ég geti ekki QPR center úr þessu manni, sko. QPR center. Það var svona bara eitt langur og í skrikkið og... Góður loftinu, góð með manni í bækið, góð skot, slútt. Ég hef komið hann beint á loftu svo, sko. Það er það held ég
frábær sigur Keflvíkinga, frábær greining hérna hjá Kélanum á ástandinu á Akranesi. Einu leiðilega fréttinar sem ég ætla að koma með fyrir Keflvíkinga sem frétta á hann, Anton Kræler, hann er búin að spila sér síðasta leik, hann er með eitthvað, það er bara eitthvað vaxandi út úr hælnum á honum, það er verið að fara að skafa hælnum á honum. Hvenær fór hann út á í gær? Hann fór út á, þetta er ekki tengt hér, þetta er búin í gangi lengi, sko. Hann fyrir út á, hvað er ekki, 70 og eitthvað, 83. Ok. Hann er bara, og er bara átt. Ég held ekki að leysa samt vel, þeir getur fært Ásgeir yfir og Axel kemur út hægra megin. Anton var alveg tímabil ekki í liðinu sumar eftir fóru smá rönn og hann var meiddur. Kom inn í þetta. Okay. Þetta er ekkert eitthvað svona, ég myndi segja þetta verið högg en ekkert hjúts. Ásgeir hún alltaf leista vel, þó að segja þetta. Já. Ég hlakka svolítið til að sjá hvort að menn sé eitthvað að skoða deildin okkar, hvort að Jóns Sölvi markmaður sé eitthvað sem að leið út í útlöndum hafa áhuga á. Já. Hellingur í honum. Það er eitthvað að. Sama með hinmarkmannin líka. Hann er skít kaldur svo gæði, sko. Hann lætur sér vaða í allt, sko. Já, hann var óöfinu fyrst með þessu víti að fá það á sig. Ég held að á soft. Það held ég. Já, Davíð Helgi Aronsson er auðvitað farinn frá Keflvíkingunum, þannig að vont að missa Kræl líka. Já. Það er við svona að gera upp þessa umferð. Og hún var svolítið slitinn, eins og þetta er akkurat núna. Já, pínu dönsk. Leikur föstulega þetta í sundi mánuði. Já, gerum þetta upp með Kia. Strákar, það er Káringur bestur. Jón Kári Eldon hringdi mig í gær. Hann sagði að þetta er alveg besti leikur síðan á meistaravöllum í mörg ár. Já, ég trúi. Já, bara alltaf stjarnar voru, Aron Sig var bara, hann hefði getið skora 5. Já. Aukaspinnan þegar þetta er svo skemmtilega. Það er eins og þú sé að taka víti og sjá hvort að markmaður sé farin ára en að skýtur, sko. Samt tillefastundum í þessu kannan. Já. Er það, sko, þjálfarinn, er það ekki Fólinn? Er það ekki okkar maður? Siggi Höskulds? Jú, bara fyrstu sem vinnur Víkingur. Sama hvað lið Víkingur mæta með, þá er alltaf miklu betra liður Þóri með og bara þá Aron inn og náðu þessum anda upp og vinna og alveg ótrúlegt, sko. Því að það var ekki svo Víkingur væri eitthvað vaðandi í færum og þetta hafi bara verið algjör heppni. Þeir gerði þetta bara mjög vel. Þór gerði þetta mjög vel, já. Víkingur voru aðeins og kokki í þessu leik. Ég skilði á bara okkur þeir voru svona. Bara áfram í Evrópu. Eigum við eitthvað búðing? Búðing. Veistu hvað? Ég er með eitt prinsip að dómar eru aldrei búðing. Nei, ég er sammála í. Og ég nenni ekki. Ég skal segja, mér finnst bara stjarnan að vera búðingar. Það er bara smá líka vesen í þeir eru ekki með styrtið þjálfara, hálf liðið virðist ekki verið í formi, vesen að komast það í sjúkrahús, það er bara innanbúðar vesen hann. Þannig að ég bara, mér finnst þetta bara heildina, stjarnan fer ekkert á, þetta er fyrsta skipti sem náðu ekki hvað, skot á mark síðan, það er 3 ár síðan, það var síðasta móti KR 23 á meistararvöll. Ég er líka til að setja búðingarna á stóru sleðana í Skaganum, sko. Þeir eru nokkri, Rúnar, Gísli, Gummi Tóta, Böddi, Viktor Jónsson, þetta er gært með að taka ábyrgð og þeir hafa ekki gert það núna í einhvern mánuð eða eitthvað, sko. Það er ekki gaman að vera átni og það sá Óskar, 26 ára með 2 börn, þarf ekki að vera að taka ábyrgð með því, Kjartan Henry. Það var eitthvað svoleiðis, kíkjum aðeins á lengjudeildina núna. Það eru minni í Hertz, ekki bara bílasala heldur, ekki bara bílalega heldur, líka bílasala, Hertz, so good. Það eru háganganir, Dominik Radits, bara, hvað er í gangi? Já, hvað er í gangi? Hann er bara drullu góð leikmaður í þessu deild, það sem er í gangi, en bara, það sem er í gangi er bara Gunnar Heiðar er bara góður að smíða lið sem spilar góðan fótbolt og vinnur fótboltleik og skora fullt af mörkum. Það er bara búið að sanna sig bæði í Njarðvík og svo Háka núna. Hann er fyrsti svona gæinn til að gera kórin að einhvers konar víi. Já. Það Háka er tapa einu leik held í kórnum eða hvað sko. Og þetta lítur ákveðlega út hjá þeim. Já, algjörlega. Og eins og staðan núna er að Háka alltaf á leiðinni í play-offi. Það er bara spurning hvort það sé að fara að keppa við. Ég myndi segja Fylki og Afturhaldíku. Ég held að Þróttur sé dotti út úr sem er sigur reyðli meittur. Já, Hákangarnir komin þarna í 3. sæti eiga leik. Eiga leik til góða? Nei, eiga kannski leik til góða. Nei, eiga leik til góða. Er að búið til leik meira á móti vestra. Já. Vestur er í Evrópu. Herðu, maður sjá. Frábær sigur Hákanga. Þetta, samtallega, ég skal alveg viðurkenna það. Ég hefði alveg kosið að fá þá eftir Evrópuleik vestramenn. Já, svo er líka bara skiptir litlu máli. Sjá hvernig búin að taka margana. Já, fá það eftir. 6-2 sigur á síðan, 6-2 Já. Búin að gera vel með Ívar Óra Gissur, Tuma, Karl Ágúst, komið sér gæði með liði sem eru bara hákáingar margir hverjir og bara gera það að hörku leikmunum. Svo sáum við maðurinn í The Big Air, Viktor.
Já. Viktor Helgi Bensson, það er einn besti skallamar á Íslandi. Svona Já, hann er rosalegur. Ég sá þetta bara strax í öðrulokki sem hann fyrst spilaði þar, sko. Já, öflugur sigur Hákonga sem að pökkuðu saman vestra. Áður með kveðjum þá ætlum við að kíkja yfir í enska boltan. Bitu. Já. Leikur ásins. Við slum fara að sjálfsögðu í byggarinn góða. Það er byggarkeppnin í kvöld. Árbærin og Mosó. Það er bara, það gæti orðið full fylkistókan í kvöld. Peningalega sé stærsti leikur sem þessi liða að spila í örgulega afturöld ekki. Ever myndi ég að segja kannski? Nei, hefur voru spilir náttúrulega úrslitaleikum að komast upp í deild. Já, en þetta, að því að þau eiga, myndi ég að segja, þau eiga eins og staðinni núna, þau eiga bæði breyki Breiðablik, sko. Það er staðinni núna. Það er alltaf leikur. Það verður alltaf leikur. Þá ertu komin í 200 okkur miljónir, 150-200 því þú fyrir beint í Europa League, sko. Þetta verður bara episku leikur. Þetta eru auðvitað töpu við fylkismenn daginn 5-1 fyrir afturöldingu. Það er bara svolítið síðan. Já. Og bæðilega hörkur önni, ég vildi afturölding sé búið að vinna 5 í röð, fylki búið að vinna 6 að síðustu 7. Ég einhvern veginn sé fyrir mér að þetta fer í framlengingu. Hvað segir þú? Já, við rættum þetta á hann með hoppar Klóstíð og Ragnar og þeir sem voru að horfa að fenga að njóta þetta er bara eins mikið 50-50 þetta gerist. Þarna, ég held að ráðist bara svolítið á stóru leikmönnum hverju stíga upp í fylki eða afturöldingu hvort að Jókim Holtan. Er þetta ekki Óðinn Bjarkarsson versus Guðmundur Tryggvason leikurinn? Ég myndi segja Jókim Holtan. Það er svona, það er öflugast leikmanni fyrir mér. Já, Óðinn verið í miklu stuði. Það hefur lagt upp líka Holtaninn. En við náttúrulega fylkismenn erum með Holy G við brúna, það getur skipt máli. Já, það er rétt, það er einslaðar. En Maggi hefur nú svona tekið þessa gæja sem að mann var að taka viðtölu og krakki og gjössanlega salta á. En ekki í þessum leikjum. Nei. Úrslitaleik í fyrstildinu sín tíma, gerna það vissulega. Það er kannski aðeins að úrslitunum í fyrstildinni samt þetta verður frábær leikur og mæli með því, hann er í sjónvarpinu á Ríkissjónvarpinu í kvöldstöð 1. Nú Þróttararnir völarna 1 og Gróta. Rúnar Páll er náttúrulega bara varmestasti þjálfarinn í þessum brasa. Hann bara búið til hörkulið og Keldarinn skorar og skorar. Ég hef alltaf sagt þetta. Ég er örugglega harðasti Rúnar Páls maður. Keldarinn skoraði 2, eða ekki? Í þessum leik. Kom með 6 mörk eða ekki? Kom með 6 mörk? Þetta er bara hörku spilari. Munið þegar allir voru eitthvað að tala að menn þyrfti að vera svo góðir að setja upp taktík og drilla og spila eitthvað svona nútíma fótbolta eitthvað svona. Það dæmi er bara horfið. Þú ert með Rúnar Páls, hann er bara, myndi ég segja bara leiðtogi. Hann bara spilar bara kraftmikinn fótbolta, hann spilar beinskeitan fótbolta myndi ég segja. Spilar upp á styrkleika líka lið sem hann er með. Svo ertu með efstudeild, ertu með Harald Freyr Guðmundsson sem ég veit bara að hann er ekkert eitthvað taktískur snillingur en hann er frábær leiðtogi og hann lætur menn vinna saman og allt þetta sko. Svo þetta dæmi bara, þessi gæðir myndi ég segja að vera kóngandir í dag. Leiðtogarnir. Bara að því vorum að ræða fylki, þá unnu þeir stóra sigur á Njarðvíkingum á föstudaginn, 4-1. Sem að, mjög samfærandi hjá Afisingulum. Já, frábær fyrir áleikur. Skóp sigurinn. Já. Við Njarðvíkingar þurfum eitthvað aðeins að fara að líta inn á við. Já. Það gengur ekki alveg nóg vel, sko. Nú var ég náttúrulega að reyna að fletta upp annari deildinni hérna á KSI.is, það gengur svona ágætlega hjá mér. Þar eru Haukarnir. Virðast þeir vera bestir. Er það ekki rétt? Jú. Haukarnir er að fara að fljúa upp. Það er bara spurning hverju fara með þeim, sko. Selfyssingar unnu helgina. Jep. Fjölnismenn er heldur fatasfótur, sko. Fatastfótur? Já, það er ekki rétt. Fatastflýð. Fatastflótur. Mistu aðeins fótinn. Já. Það bensi ekki unni. En ég held að þeir myndu alltaf vera inn í þessu með Selfoss. Það er vissulega bara 5 stig, þetta er ekki búið, sko. En þetta eru bara 22 leikir, sko. Já, þetta... Sam Hudson, þeim eru aðeins fatasflýð, töpa á móti Kormákum helgina. Sem er sem bara hörkulið, Kormákur með 10 útlending og 1 íslending í byrjunlið. Já, alveg lið hjá Kormáki kvöld. Já. Það er ekki 2 á leiðin líka. Svo sem sá bara nöfnin. Já, ég meina, þeir eru með gaur sem hefur spilað íslenskan landsleik, sko. Svo er þeir með einn leikmann sem ég þekki, Pere Belmonte, sem ég var að koma í gegnum Spánverðar sem ég þekki í Völsungi fyrir það. Þeir sögðu takk nei takk. Ætli Gaui Lýðsjálf? Nei, hann sagði takk nei takk. Ætli Gaui Lýðsjálf með þetta sem þjálfari? Já, ég held ekki að Gaui sé bara klókur að fá bara, þannig með Óskar Örn, sem er mjög rólegur náungi og Pablo Puniet, sem bara vinnir, fá þessa gæinn með sér. Ég held að Gaui er ykkur bull eitthvað æstur eða pirraður eða bara eitthvað,
þessu Gaui skilur hann sölumæður það tekur Óskar með eftir hlýja bara slaka þess á þekkir alla leikmenn svo er náttúrulega góður að þegar það vantar eitthvað pening þá er þetta að fara saman pening og þetta skiptir allt máli sko. Svo er það í kvöld auðvitað meistaradeild Evrópu þar sem víkingarnir fá Ísraelsmennina í, hvað heitir það? Hapoel Beersheva. Eiga það séns? Já. Ég geri mér enga grein fyrir því ég veit ekkert á hvaða stað Ísraelska deildinni í dag. Nei. Maður þekkti alltaf aðeins syndum ég sá þér voru tapumodeld í Maccabi Tel Aviv í Supercup núna í viku. Ég trúi eiginlega ekki að þetta lýsi betra en hérna Hjör. Já, þeir eru allavega þeir eru favorites í kvöldamóti víkingar. Já. Slight, bara rétt svo ég sá að Epic að þeir voru með 2.57 og víkingar 2.65 þannig að þetta verður áhugavert. Já, chati er mjög lifandi Njarðvíkingar sakna Gunnar segir Arnór Dagur segir hvernig alltaf dokkar skemmta sér á Blönd og svo heimaleik. En þetta víkingarslið er klálega og mun vera besta lið sem við nokkuð tíma nótt í Evrópu bara svona horfur á leikmennina voru aðeins að pæla í þessum daginn bara hvað eru svakalega fysikal með öfluga hafsenda flott að fá ömmin í marki tel ég ég var ekkert að grínast ég hafði smá áhyggjur á Aron í Evrópu bara því Aron er frábær línumarkmaður fýtt í löpunum en hann er ekkert rosalega út í tegnum sko. Það sem ég hef séð hann getur varið boltan mjög vel en hann er ekkert rosalega dominant í tegnum sem að skipti bara máli eins og ég sáu í leiknum á móti Jör. Úti. Já, bara þegar hann ég bara er að koma heitur inn og búin að heldur hann setja inn? Nei, hann hefði komið heitur inn í leikina Já, ég veit að ég er látað á Darons en það sem ég ágjur að er þetta Ég hef enga trú að hann setja hann inn í kvöld og ég held að Ömmi sé núna upp og hann líka komið nokkuð leikinn til belti Já menna byggjum að sé hendi seðla við býðum að það Lefi nafnum og hjá maður að sjá það Já, þeir eru blóðnæstir Förum í aðeins í enska boltan bara til að kveðja þetta Dóttur fútból þetta síðasti áttur fyrir smá frí þannig að við verðum að slúta þessu auðvitað á enska boltanum gerum það með vinum okkar í Volt og Volt pantaðu bara Volt Plus áskriftin marg borgar sig Jói Már doing Arsenal dirty en inn að ferðina heldur betur að tryggja sér þjónustu Morgan Rodgers og þetta verður væntanlega bara staðfest á næstu dögum það er raun og veru allt klárt Chelsea er bara að hljóma nokkuð spennandi nema þeir eru aðeins að fylla upp í varnarlínuna fram á það er þetta að fara að hljóma mjög spennandi eða þeir halda í Enzo til dæmis líka það þurfa að halda Enzo en þú veist þegar vörnin og markmaður það er alltaf verið vesinn. Af hverju hjóla er ekki í núna, Simón? Er það flókið eða? Það er bara ekki grína að ná þessu gaurum burt. Nei, hann er heldur sér, sko. Já, spullandi díl, sko. Já, þeir eru að Chelsea menn, þrátt fyrir að vera ekki með neina Evrópu, þá verða þeir með hörku líð á næsta ári. Algjörlega. Sko, hvaða stóran að fara Arsenal líða? Því að Julian Alvarez virðist einhvern veginn var þokast í áttina að Barcelona. Þeir reyna eins og þeir geta í Bradley Barcola, já. Er ekki Liverpool alltaf orðað við Bradley Barcola? Jú, en svo þarf hann bara að velja á milli og það kemur bara í ljós, sko. Það er ekkert gefið hann bara í Liverpool, sko. Þeir eru meistarar. Ég skil hann alveg að frangað. Þetta það veltur líka svolítið á, þú veist, ef Barcola fyrir, þá kláraði náttúrulega Diamante-dílinn, skiljur, PSG. Þannig að, já, ég hugsa Arsenal þarf að hjóli þetta. Arsenal auðvitað orðaði við John Stones og Esri Konsa. Já, það er eitthvað sem þeir þurfa ekki að hafsendar eða nóa þeim, sko. Það er frekar ykkur kantmenn, sko. Þurfum við ekki Konsa eða Stones? Ég var til í Stones. Ég var til í annað kvotera, bara svona að hjálpa til bara, þess að hann dæk getur ekki spilað eitthvað einasta leik, sko. Nei, og svo var það bara með unga, Jeremy Jackett og... Það er eitthvað að gerast í þessum hérna... Heitir hann Scaloni? Leoni Scaloni. Það er eitthvað að gerast með Diomandi. Börum í Fabrizio eða Orstein. Já, ég meina hann bara þeir segja að það sé eitthvað Arsenal sé eitthvað að skoða þetta. Liverpool voru náttúrulega að skoða þetta líka eitthvað. Já. Sko Diomandi er spennandi fyrir Arsenal en ég held samt að Arsenal þurfi leikmann sem kemur inn og bara deliverar bara strax. Ég veit ekki hvort ég held hans í gæði sem þurfi smá tíma. Þannig að hann er bara 19 ára, skilur. Hann er ekkert að fara að taka bara sviðið og bara jarða það, sko. Það sá það alveg á HM. Það er eitt leikmann sem að ég skil ekki að ekkert lið í svona stóru deildum að hafa áhuga á. Það er markurinn Elías Rafn Ólafsson. Já, ég er sammála. Ég hef alla trú í heiminn á Elíasi. Sama hér. Og
ég skil ekki alveg af hverju eitthvað lið ekki búið að pikka upp, annarkvæmst sem backup eða eitthvað. Það bara búndislíkan, bara lið þar myndi gefa hann sensinn bara, fullt að liðum. Elías, þetta geðvikumark. Hann miklu fyrir Kamil Grabara sem að það er Wolfsburg, sko. Ég var í flugi með hann daginn. Ég hef aldrei verið með staðið við hann up close and personal. Það er rosalegt. Hann er ekkert eðlilega stór. Og rammin á honum að hendurnar og... Wow. Hann náttúrulega Hákon líka frábær markmaður. Maður finnur svo til með Hákoni að Brentford klúraði þessu meistaradeildardæmi. Af því að þá hefði hann fengið þessi 50 daga og bekkkeppnar. Þá var náði ykkur 15-20 leiki, eða þú veist, veit ekki alveg hvað stjúft er farið inn í þessi keppnir, en þá hann fengið sletta leiki. Þú veist, Hákon bara, þú veist, hann er bara frábærum díl hjá Brentford, ef það ekki hálfa sekundu, en ég hef aldrei hitt hamingju sem fótboltamann sem er ekki að spila. Nei, og nú er þetta líka komið svolítið tími, skilur við, og munum bara hvernig þetta var síðan hjá Rúnar Alex hann er bara 31 árs, sko, en það er eiginlega ekkert gest hannig eftir að hann tók þetta sínum tíma. Þannig að hann verður að fara að koma sér eitthvað. Já, ég hlakka til að sjá hvað gerist í þessum mönnum. Ef það er einhver skátat úti að hlusta á Dr. Fútból sem ég veit að þeir eru að gera. Pick Elias. Mr. Omarsson. Comes recommended. Comes highly recommended from Hafleðarsson. Og eins og ég segi, ég hef mikla trú á hann. Þetta er ekki eitthvað sæmileg þvæla sem við erum að lesa. Ekki verið að lesa á skjánum Kilvin. Hann er að lesa einhverja þvælu á sig þetta. Bruno Fernandes í Galatasaray. Ég er að fara að hringja í Freysa rétt á eftir. Það er þess að heyri í honum að var hann við Andri Santos. Að þeir eru að fara að mætast Rosenborg og Manchester United. Tala að passa milli línana. Bara að reyna að þétta þannig milli línana að sé ekki að þræða þannig gegn einhvern veginn allan daginn. Hann heyri ekki frekar bara Phil Parkinson. En ekkert Liverpool, við erum 2 púlarar. Ég er mjög spennt fyrir Liverpool. Ég er mjög spenntur. Við höfum að klára minna með miðjumann, Kone. Við erum núna orðað við Daniel Svensson, vinstribakurinn á Dortmund. Við höfum að klára einn kantara. Þá er síðan bara fulla ferð, sko. Hvað hann vil halda Curtis Jones. Alexis McAllister, þeir eru með svona, sko, Argentína er með hundin í Alexis McAllister, þeir eru með dúlluna. Nei, við vorum með hundina fyrst, sko. Hörru, hann var sko þriðji leikjast útileikmann á móti. Nei, mínútu fjöldi, skilur. Ótrúlegt, hann alltaf kom svolítið hvíldur á móti. En hann mun mæta dauðþreyttur hann í haust. Hvað, haldið hann verið áfram í Liverpool? Já. Ok. Ég er ekkert viss, ef það getur selt hann að hörku pening til Real Madrid, þá held ég geta alveg mögulega gert það, þeir eru einhvern veginn að fá einn pening þeir eru að eða pening. Ég held að vera áfram. Eina sem ég vona ekki er að Liverpool fái Ryan. Sko, ég hef líka hugsað bara oft, sko. Það er leikmaður í húnum. Ég vil alls ekki þið fá hann. Við verðum að fá einn hafsend út af þú veist, við erum mjög bara með ungan, sérum við Jacket, ungi Ítalinn Leoni meiddur. Þannig að Van Dijk þarf einhvern með sér með, þá er ég bara, við erum bara að fara full gas. Já, hann mun trekka kerkið sín í gangi aftur, við munum sjá okkur alltaf að skeppnu í ár, sko. Já. Szoboszlai búinn að skrifa undir nýjan díl. Future Captain. Þetta verður eitthvað svaðalt þegar ég fyrir þetta Anfield í. Hvað haldið þið með minn mann Mo Salah? Ég held að sé alveg Tyrklands. Ekki Tyrkland? Jú, ég held að Besiktas, ég held að hann vilji líka bara vera í meistardeildinni áfram. Ég heyrði eitthvað staðar í svona 5 mínútur að Chelsea var að skoða, en eitthvað hann ætlaði að koma aftur þangað, heim eins og kallar. Já. En Barcelona? Nei, hann hefur ekkert að gera það. En ég held að máli sem bara, þú veist þessu Saudi-dæmi, hann væri farin þangað fyrir löngu. Ég held að hann sé bara sama það, því að hann þarf að áhuga á þessu líka, sko. Ég held að sjá fyrir sig fara þarna frekar bara 39 ára, sko. Já, þið skoðið dílanu sem menn er að fá í Tyrklandi, þeir eru ekkert langt frá Saudi, sko. Þú er pott eitthvað að vera að borgundi borðið og eitthvað í Tyrklandi. Vini mínir í Saudi eru fættin að halda fastar um veskið. Já, það er rétt. Það er bara svoleiðis. Já, ofta er maður alltaf að vera skynsamur í rekstri. Ég held að livmótaröðin sé dauð í golfinu. Já, ég held að líka. Sáðu þið peningana sem kostar að vera með Bryce og John Rama og Díla. Ég skilur það bara mjög vel að vera hana. Allir gamli getur sem eru í góðum gýr hana. Það er svona 3 sátar með áhuga á golfi, sko. Hvað þarf að spila golfi alltaf í 43 stegi heita bara... Lee Westwood er hana feskur og Sergio Garcia bara í Kosiki, alveg sama. Við vorum einhverja fréttir af John Duran sem að við áhuga með mennska boltan þekkjum heldur betur. Benfica? Hann er farið til Benfica. Rættu eitthvað í opening eða? Þessi sigurvegari, þetta er aðdáðandi. Það var sem haldi okkur með enska boltan. Það er eitthvað að tala um að Murillo
það hérna sjátt frá honum degi. Getur Liverpool ekki farið mann eins og Mourinho frá Forest? Held að sé ofviltur. Hann vinstri fótur og spila vinstri miðjumótinni. Við erum ennþá með Van Dijk, sko. Það má ekki gleymast. Ég held hann sé ofviltur í stórlið. Góður samt og skemmtilegur. Ég er svo fegin að við séum ekki að það sé ekki að það vera órauku við að Van de Ven. Já, ég er ekki hrifinn. Vá. Hann er bara fljótur. Hann er ekki með neitt annað. Bara með lélegan haus líka. Já, ég hef alveg trú á honum. Mikið Van de Ven. Það? Já, ok. Ég hef það. Og nú er líka spennandi að sjá hvað gerist með Rodri og Real Madrid. Já. Það verið með auga á því meðan ég verið inn í burtu. Rodri og Real Madrid. Hvað hérna, já, hvað spá hvað þetta var að gera í frínu? Já, ég ætla bara að gefa það eitthvað upp? Nei, ég ætla bara að ætla ég verið ekki bara að rífressa fótboltafréttir. Jú, potið. Líka, eru Real að fara í er þess ekki of gamla gæja? Er ekki bara aim á Champions League bara næsta ári, næst tímabili og þar næst tímabili og svo bara, þú veist, eru þess ekki að búnir? Er þeir að stefna á, já, það geti verið. Það er ekkert goal unit project að vera í gangi á Real Madrid. Það hefur svo sem aldrei verið, skilur. En maður er að spaka hvort þeir séu og margir sem er að sækja smur og gamlir. Er þetta ekki huggulegur strákur hann Ferran Torres? Já, mjög, hann er mjög flottur Ferran Torres. Hann er betri menn halda. Alveg klálega, hann var frábær í Barcelona, sérstaklega í deildinni í vetur. En ég skilalegir vil ég losa hann til að fá einn annan center, sko, því þeir þurfa bara að losa penning, sko. Vona bara að lendi ekki svona eins og Götze lendi, þannig að þú veist, þegar hann kláraði titilinu fyrir Þýskaland. Heldur það sé ekki gaman að vera svona fallegur? Þegar nú svona hefur þú ekki upplegað þetta? Nei, ég hef aldrei upplegað þetta og við hefum oft dreymt þetta. Ég sé þess að þreytandi líka. En er það ekki of auðvelt? Ég vil alltaf hafa þetta fyrir hlutum. Já, ég segi ykkur eitt svolítið magna. Ég hef þekki nokkra huggulega menn og þeir fá betri þjónustu en við. Það er að segja bara í búðum, þú veist, konur eru og grunnar. Huggulegu manni hliðnar í flugi í félaginu. Þetta er svo mikið himinn og haf. Ég skoða stóri á Rúrik Gísla, frábær stóri á fallegum stöðum og allt það en ég hugsa, hvar eru brekkurnar í þessu lífi? Hvar er áföllin sem það er að díla við? Það er ekki neitt. Það er að grænda þetta. Já, hann er bara eitthvað Costa Rica, eitthvað Nívea og svo bara mættur í eitthvað módelsjút á annar staðar og þetta er bara svo er hann í gólfi á Alicante og þetta er ofauðvelt. Nei, maður er bara heppinn að færa góðan daginn. Já, ég vil bara lendi að... Ég hef einu sem fekk módelgig. Já, hvað var það? Það var fyrir, þetta er eitthvað, Made in Iceland voru svona buff. En ég var látið sko snúa baki, hvernig það myndi snúa, hvernig það var aftan á grís. Það var skellur, það var helvíti skellur. Já, Erling Haaland, hann er nýjasta kyntákn heimsins. Já. Konur í Ameríku elskan. Og Kanada. Já. Og Suður Ameríku. Þannig að... Ég trú að hann væri mjög heitur í Suður Ameríku. Það er elska þessa típu. Félagin minn sem er félagin minn sem er algjör white boy, pípari bara, alltaf skjanna hvítur. Hann fór aðeins til Brasilíu. Það er elskuðan. Getur maður endað þetta svona? Sagði það sjálfur bara frá því síðan að koma heim. Átni pípari. Já, þetta er síðast eða 28 fútból fyrir smá pásu og auðvitað endar minn maður þetta á þessu. Haaland, hann verður ekki meira en svona 2 ári viðbútt hjá Manchester City. Hann þarf að prófa okkur annað held ég. Það er eitthvað sem segir mér það. Já, þessi indislegi faðir hans fer með honum. Ég reyndi að fíla Alfí. Ég líka. Það sé ekki, fíla hann ekki bara því hann er farin að pirra fullt. Jú. Sér leikinn svolítið öðru því hann er alltaf í klassi. Er þetta ekki samt smá skrítið? Hann fer á sínu bara í Bísa í fríi eða eitthvað. Hann er alltaf með. Gott að pappa með ekki á síðast sem myndi gera að fara í Bísa sko. Fínt að geta bóka borð á veitingastæði og Já, þetta voru æðislegar 6 vikur eða hvað þetta var hjá Könurum. Hápunkturum var auðvitað að fara til Miami á mótið. Dr. Fútból vinnur ekki bara að heima á sér, heldur fer á svæðið. Ég verð að hrósa líka White Boy Media fyrir þeirra innlegg. Daði Ómarsson og Nóri Clinton voru með mér allan tíman. Svo voru það auðvitað Fast Media sem er einsmanns her sem að gerði frábært vídeo úr þessum ótrúlega event sem voru með á Bullseye með Carlsberg og Epic. Geðvikt. Það var bara svona, það var ekkert gjamm, ekkert eitthvað. Já, ég held að ef ég skora snemma, nei, það var bara DJ Face, keyrði þetta allt saman áfram. Tónlist, leikur, tónlist, party. Ógeðslega gaman.
Ég fekk alveg FOMO, ég veit ekki það. Þetta var Mikið FOMO. mjög skemmtilegur event. Ég var hana inn í tjaldi í Kirkjubæjarklaustri, ég hefði viljað vera hana. Segir hann og hvíslar allt í hennu núna. Keli sá langbesti í íslensku hlaðvarpi, radio og hvað sem það heitir. Það er engin. Það er einn Keli. Þess vegna elskan allir. Kallaði mig heimskan daginn sem var bara gaman. Ég elska ekki svona heimskan. Þá lagði ég bara frá mig vopnin. Kemur ekki tilbaka til þetta. Það er bara þannig. Maður var bara ekki kingið því. Sem enda þetta árið fyrir frí að mynda Pep Guardiola. Við skulum setja hann hérna á skjáinn. Aðri geta sjá hann hérna. Þetta er trillt. Hann er eitthvað að klóra sig. Það var að teikna upp hlaupaleiðir. Á skallan á sér. Blessi þann góða. Vonandi tekur hann ekki í Ítalíu. Nei, Hann ger það aldrei. Trúið ekki. það verður áhvert að sjá hvert Pep Guardiola fer og sjá hvað verður úr þessu hjá honum blessuðum. Já, takk fyrir þetta season og góðan daginn Epic America, það er svo seria, henni er lokið, Dóttor Fútból snýr aftur, sagði ekki 11. ágúst, 10 dögum fyrir ekki nema eitthvað rottalegt gerist og ég geti bara ekki annað en tekt mig í mækin, ég ætla ekki að segja ef eitthvað ótrúlegt gerist þá mun ég neyðast til að tegja mig í mækin og blása en Íslendingur í Premier League, þá mætur þú já, ef að hver var líklegast? Hákon. Já, ég ætla að segja að það sé einhver markmarskáta núti sem sjá Elías í prem ég trú á þessu drák ok, hann kannski fær ekki númer 1 kikkið bara, ég treysti þessum gæði til að spila hvar sem er já, ég held að bara búndisleika dæmi, taka við að Bámann eða einhverjum í hóf, það var snilt sko. Já, Dóttor Fútból